Sennilega stórkostlum föstudegi fyrir flesta sem að hlusta því að það 20. hiti bara allt land. Sun is shining. Það rosalegt. Það bara, það Eurovision helgi, það einhvern veginn allt í gangi. Já. Við erum mættir, Steindi. Já. Það fullu bátur. Við lentum í nótt frá AC. Ég myndi ekki segja nótt. 6 í morgun. Það komið dagur. Já, það var. Maður rétt náði krökkunum á leiðin í skólan, sko. Ferðalagi heimi alltaf aðeins leðilegur en á leiðin út. Það verður að viðkennast. Það er öðruvísi. Og það er alveg saman að segja mökkferð með félagunum eða familjuferð. Ferðin heim er álfur ógeð. Man ekki hvernig áttu skemmtilega að ferði heim. En ákveðinu sem er Ameríkuflug, ákveðinu ekki að fljúa bara heima og skikkarlega tíma. Það er ömulegt að fljúa 15. kvöldu og fara að lenda á föstudagsmorgun. Já, það er skrifið. Viðbið. Og eiginlega lífið okkar þannig. Við eigum eiginlega að smíða svona ferðið þannig að þó hún sé einum degi lengur eitthvað, flugi heim með þægilega tekin. Þetta er ógeðst. Ég bara að fara á milli, lenda eitthvað stafl og fljúa það þannig að maður sé komin heim. Mér er með þetta alvöru jöfnsu ógeð. Þetta er ræðilegt. En mér finnst, ég er samt, vestuflugin eru samt þessi morgunflug til Evrópu. Því að þú komin út af völl bara klukkan 5 eða eitthvað. Því að fyrir mitt leiti. Ég bý í Mosó og þá myndi ég þurfa að vakna 4 og þið vita alveg hvernig þetta er. Ég er ekki að fara allt í hérna að sofa klukkan 10. Gengur ekkert. Þú getur ekkert breytt inn tíma. Nei, þú gerir það ekki. Og ekki allavega veitur og bingo, sko. Þannig að ég getur ekki fara að sofa klukkan 10? Nei, þannig þú veist, ég er að sofna. Það er ekki svo það sé, þú veist, sofa klukkan 17:00, klukkan 10? Já, 10, sko. Ég er vanur að fara að sofa 2. Já, þú veist, segjum að maður sé að sofna þá aðeins 5. Þá er ég búin að leggja mig í svona 75 mínútur. Segjum að maður ná að sofna 1. Fara og pakka loksins og klára þetta og fer svo að leggja og allt eftir, einhvern veginn, allt í rugli. Ég er aldrei með meir en 2 til 3, max 3 á bakinu á leiðin í morgun Evrópuflugin. Þannig að mér veist Bandaríkjaflugið henda mér betur en það. Já, þegar maður flýgur út þá er Bandaríkjaflugið stemming. Það er besta flugið. Þá áttu bara að fara í flug klukkan 5. Við vorum bara mættur upp á völl klukkan 2 í kaldan og bara good light og allir í stemming. Já, ég var bara að pakka. Ég kláraði bara að pakka 2. Hvernig fóru við í local time hjá okkur? 5. Nei, í gær. 8:30 á local time. Það er ekki hægt. Nei, sko Hugi skeitarna. Hann er svolítið svona að gæði sér plana hlutinu á klokksrunum. Drullað á sig þarna. Þetta var alvöru AC-ferð. Það verður bara viðurkennast. Þurfum við ekki aðeins að renni yfir? Sko, hver tapaði mest, hver græddi mest, hver var mest aumingin, hver var harðastur? Þetta er fjóra spurningar sem það þarf að vita núna. Ok, ég ætla að segja harðastur, mest aumingi, græddi mest, tapaði mest. Þessar fjóra. Ég myndi segja harðastur væri alltaf ég, Blöð og Möss. Já. Hvað ætla að gefa öllum punktar? Já, við vorum alltaf bara að samferða þannig í þessu. Við vorum alltaf mætti fyrst og niður. Það býtur líka ekkert á ykkur 3. Hinnir eigi ekki breyk í. Ég ætla að gefa nýliðunum Óli Geintivi og Pít. MVP. Grjóthardir. Þeir voru bara. Og Hugi var líka sterkur. Hugi í álur fyllibita. Þetta er held í þessu. Verðum við ekki að segja bara sannleikan í þessu hver var svona minnst á stannum? Segðu bara mest aumingin. Nei, ekki Veit hvað nærris er að vera. Þú myndir segja mig, þú er mest aumingin það ekki. Hvað er að fara að grenja í því? En það er segja svona. Það var ekki mest, sá sem var ekki á sama tempo við var Sverrir Bergmann. Tyler the Baby eða? Mæstu því ég sagði það við hann. Og gaggrið mig á sínum tíma. Við vorum í AC í okkur amiga okkur okkur bensinstöð. Hvað skreiði upp í raskati á Tyler the Baby? Á það ekki vel við núna? Já, sko, en veit þið hvað? Málið er það samt. Þetta er bara ekki fyrir alla. Nei, það eru nýja reglur núna í AC hópnum sem eru nýjar. Og mátt aldrei vera rakkan eitt niður þó hann sé ekki á svæðinu. Þannig að menn gera bara sitt. Mátt bara vera á þínu tempói. Já. En ef að Svess er uppi sofandi og allir að fá sér bjór, má ég ekki segja að jú, Svess mikill auming? Já, en ég sendi á hann. Segir það samt. Já, ég veist, mér langar að segja, ef hann er að beila á Ég tók góðan svona góða leið átt. Ég sagði gamli Blöð væri að lesa við núna og væri að kalla þau auming en ekki ég. Ég var eiginlega að segja það. Þú ert svo Matthildur sem er 5 ára, dóttir mín. Hún er bara pabbi, það er banna að segja þú veist, þetta og kúkur og bla bla, ég bara, já, þú veist, það er kúkalabbi og ég bara, já, en þú ert svolítið að reyna að nýta það og staði þú ert að losa þetta. Var nýju Blöð þægilegar einhvern veginn? Já, nýju Blöð er miklu þægilegar en gamli Blöð, sko. Ég er það gaman að þið að gamli Blöð gefa mér svona, ég er aumingi, ég finna og ég fær lestur, ég er gaman að ég er hættu því. En það er mikilvægt. Það er satt ekkert góð, ég sé ekki hætta því. En það sem er mikilvægt samt er að það glittir stundum í hann sem má ekki hverfa, því að stundum er það bara, heyru, ok, nú myndi gamli Blöð gefa einhverjum lestur og þá er það bara stundu þarftu bara lest.
Ég Ég meina blöður allir komin upp með glæniðan blöð sem gefur einhver lestur, það var engin lestur það má ekki sko. Herru, við fórum á Nobu sem við áttum bókað sem sagt, það geðveikt sjúkur bókað það ressi. með góðum fyrirvara Já, það er komið geðveikt Nobu í AC sturlaðu matur, allir með gott rauðvín og geggjan mat að hlæja og 10. þá var Svessi bara upp á herbyggi með Pizza Hut og horfa á NBA Jésús. þá þurfti ég svona aðeins að Var hann einn upp á herbyggi að hrista sig og horfa á NBA. Nei, Geiri var með honum, það voru tveir að horfa Við báðum að hrista sig. Við við lið. Það held ég ekki En Ég ég var var að segja, að horfa á sjónvarpið ok, hvað NBA-leikur var? Þú ert komin ykkur fænalarna, ykkur mikilvæg að leika. Já, var svona, jú, það er komið í úrslitakeppnina þarna en ekkert eitthvað sem mátt ekki missa Nei, það helst Sves tekur þess að gaggrinn á kassan. Já. En svo bara lendir maður einn og það er betra að vera á Íslandi núna en í AC Já, það er betra að vera hérna en í tenni sko. Já, þetta er rosalega og þetta á að vera svona bara allir helgin Þetta er bara besta veður í heimi núna af öllum löndum. Núna þyrftir ekki að geta að græða það og ég fer ekki plöter og þú getur opnað bara Hérna gluggan Já. Já, við ættum að vera eitthvað bara núna úti og Þetta er geðsjúk. með þetta hérna bara í sólinn Já, Já, ég meina, þú veist, ég var að ég blöð vorum að preppa og lífa rétt ára þú komst Já. Stóni og kom eitt besti ljósbindar landsins King Baldur og hann segja að bærin núna og var þar áðan Já. það er bara stapp Já, Austurvöllur, allir út. ofurölvi bara gefðu okkur smá sunshine gefðu þessu lúðum Ísland fer á þessu sviðið. landi já, ég meina Já, ég meina Það þú veist hittir á föstudag Ég meina bara föstudagur, menn er að fá sko, fólk er að hætta snemma, fara bara í dagdrykju og þetta er bara fólk bilast bara í svona veri. Ég var að heyri einu sem er bara í jommun og hann var eiginlega bara slefandi fullur ég meina, og sko spáin á morgun og sunnudaginn ég Betri. hef ekki séð svona það stendur 22 gráður á höfuðborgarsvæðinu Já, og það er ekki eitt ský neðstæðar nei. sem þýðir að þetta er svona eins og 36 gráður út í ekki skjóli og bara þetta er sko Er það á mánudaginn? þetta er laug Laug, og sunn morgun og líka mán sko það er ekki heitt á mánudaginn DNA með fertusammála morgun, það verður alvöru veður þar. Nei, ég meina, ég hef aldrei séð svona Maður ég kemst- held ég, Siggi Stormur við erum að hrósa hann núna Já, hann kallaði þetta kóngurinn fyrir einhverjum viku síðan Herri, ég fann að hlusta á kallin aftur Það er bara þannig hann sagði He totally redeemed já, ég himself veit að grínast, þetta er bara besta við hefum ekki fengið betra veður í svona 2-3 þúsund ár myndi ég halda Já, það er enginn hlusta á okkur núna sko. Nei, þetta allir er sem hlusta að gera það á mánudaginn í gimminu Við erum bara að tala út í loftið Af því að það er allir einhverstað bara að hella í sig og gefa fær þannig að þú segir eitthvað og kemur eitthvað rassagrín getur alltaf plöturinn klifta bara út Já, það er ekki að heyra það hlusta ekki núna Nei. þannig að nú getur við bara sleppt svona við getur segðu bara svo viltstinn En það er Já, sem það er hakka í enginn að okkur hlusta. og það bættir í þáttinn, lendir í Já, morgun sko, máli, ok, off the record ég pikkaði þess að í Richie í gær og sagði við hann veit að strákarnir er að lenda á leiðilegum tíma og það kemur einhver senkun eða eitthvað fokk þá gætur þetta að vera á standby ég hálfur ræsti Rikka út til að vera næs Veitu, hvað er Þannig að að ef gerast hérna? Ég er að horfa á Facebook hérna hjá mér, tölvan er opinn 9 mínútum síðan var Halli Nelson, pappans Gunna að posta hérna. Yfirleitt er ég nú með þessa frétti fyrir ykkur aðeins á undan. er að koma að fight eða? Hann hefur greinlega stokkið inn eða eitthvað það er bara að vera tilkynna barða Ha? 19. júli 19. sem er júli laugardagur í Bíddu, New sem er bara Orleans eftir Í New Orleans? eftir 12 Já. mánu Mér er alltaf lokað að fara okkar Förum Ekki það, ég er ekkert alveg í stöðu til að vera að fljúa til Jú, Bandaríkjanna víst, núna og drekka. blöðum að fara Herru, þetta er Neil Magny sem er Magnificent Nei, Heitir það sama, King Magny? Þetta er hörku bardaðamæður, góður allstaðar og hérna, hann er Herðu, hann er af Gunni að fá bara herðu, flott nafn og þetta er New Orleans 19. júli Þetta er að þeim Gunni á að Hvað gera er að bara gera? testbói barðum og kirkja þennan trúð Já, Svo höldum We're við bara back. fram We're so Er það back. ekki? þú veist, þetta er bara alvöru góður bardaði Magny versus Nelson Neil Magny já, heitir hann. Neil Já, Magny. Já, hann er búinn að vera mjög lengi eins og Gunni og hann er góður allstaðar og þetta góðar er fréttir, maður. þetta er bara alvöru Já, bardaði fyrir geðveikt. Gunna Gunni er að fá alvöru bardaði þetta sem er gott En það sko, það lendur nýja leiðin og bara flugvöld í gær Sprakk á bílnum Á limmunni Já, ég sprakk á limmunni í AC og hún maður konan hérna dræfinni fattaði ekkert og við vorum bara allir svona, við heyrðum bara dekki vera slást í bílinn og bara við vorum á highway þunnir Já, já. ég er bara, herru, verður ekki að pikka og láta hann vita pikkuðum í, hún bara hæ við bara, herru, getur verið að sé sprungi hjá okkur eða, ákveð aldrei það bara, heyrur ekki lætin heyrur ekki hvað að slást inn og hún bara, jú, herru, þetta er eitthvað skrítið stoppa bílinn fer, herru, þá bara dekki tætli, bara ruggli Það er bara búið að opnast Og hver Bara að þú svona- fór úr og ofan og skiptum dekk Ég sko á stendur ný bíl Herru, ég var nú fljótur samt að láta vita bara að, þú veist, ég sagði við alla stráðar, ég sagði bara stráðar
Núna er þetta bara þannig. Við erum að leiða upp á flugvöll. Við erum í smá kappi við tíma. Það er enginn hérna að fara að þykjast ykkur bílahetja og þykjast geta skipt á þessum. Þetta er svona, þetta var bíl. Söðust reyndar allir geta nema steindi. Já, og að því að ég er bara ef þetta er bara basic dekk. Nei, ég get skipta á bíl sem er þetta fyrir utan, bara svona fólksbíl. Þetta var svona 2-föld dekk alls þar og eitt þeirra var sprungið, sagði stráka. Það er enginn búinn að prófa að gera Þetta var þetta. flókið sko. Þetta var svona trukkastætt, svona 8 dekkja bíl, En skilur. blöð er að KO okkur hana. Ef ég og þú hefum ekki að ráða, Akkurat. þá hefðu Þetta er ástæðan við mistum ekki að vinna beðið mig. fram á síðustu sekundu. Alveg eins og daginn ég mista vilja á tenni. Já. Ég fór að háréttum tíma út á lobbyinu út á völl, miðað við ekkert vesen. Það getur alltaf komið eitthvað fyrir. Já, og svo þegar ég er búin að læra það, þegar blöð er búin að skóla maður til, það getur komið vesen. Já. Það getur verið eins og, ég Veistu hvað ég hefði gert það? Ég mista þessari vél í gær. Þú hefur drippið. Nei, veistu hvað Það hefði er búið. gert? Við hefðum bara Það var engin Við blöð hefðum bara Þetta var blöð verið til þá, Nei, við hefðum Já, það opnað væri ennþá til. Við hefðum í alveg panta okkur bara bjór, fengið okkur einn jæðamastir og við hefðum bara haldið áfram að gera sem við varum að gera. Það er ekki takt að gera. Já, Það er að fara í jægirinn. já, þú veist, af því að þú þarft að rífa. Ég gat ekki meiri gær. Ég held ég hefði ekki getað. Sko, ef þú ert búin að stilla þig inn á, segjum sért að fara í ferð núna, þú ert að fara bara á okkur leik, skilur í Þetta er enda London. alveg rétt í steinda. Maður heldur áfram að því að maður er búin að innstilla sig áður maður fyrir Þú ferðin. veist Maður bara veit alveg. þetta verður 3 daga rally, þetta Já. verður 4 Já. daga. En segjum að myndir núna bara sæna inn í ferð sem er vika, þá veistu bara þetta er vika. Já, en Þarna hefði þetta bara verið, herru, ok, það var að koma auka dagur, þetta er skellur, enginn er villan, en við við hefum þurfum bara. aldrei fyrir aftur til Lacey. Við hefum farið til New York þá. Ég, Þannig það að er þið auðvitað náðu kasino hver það. skiptum dekk. Hver græði það? Bara að Já, senda ég mig bara bíl. eitthvað bara Já. nýr limma, Já. sipluðu ykkur bara yfir í hana Við þurfum að Já, býða og- í klukkutíma eftir henni. og það var aldrei tætt með flugið og neitt. Nei, komið Það er 20 rosa. fyrir. Þetta er þannig, Þetta er rosalegt. þetta er þannig bíl að þú þarft að fara með hann inn á vestæði og getur ekki tjakka bara upp svona Hörðu, risa bíl og. Talaðu í jægir. Þegar ég átti ammali á þriðdægin. Já. Til ykkur. Thank you. Sæna minn á retreat hérna Hótel, sem ég já. aldrei gist á áður sem er eitthvað rosasta hótel sem líklega bara í heiminum þetta myndi ég halda. Já, Það er lappinu herbyggi. Hvað er fyrst sem býður eftir með þar? já, Jægir. Í eitthvað svona djúpri skál með hellinga klökum. they knew. Já, þekkja þeir hlusta. Og það var kóngurinn Davíð Þór Elvason sem afgætti mig þarna og glænaði upp jægir og hörðu, svo fekk ég þetta tour Já. í Svítunni í retreat. Er þetta penguins eða? Nei, Nei, þetta er sko. alveg svíta. Ég fekk túrin líka þegar ég var hana eftir ég fekk þetta í ammæliskef fyrir 4 árum. Sko, nóttin er 2,5 M. Þar taka 2. Þannig að minimum spending í Svítunni er 5. Chris Hemsworth tók hún daginn, Rihanna var þarna, Tom Cruise. Þyrlupallurinn sem er sérst á Svítunni þannig að þú þarft aldrei að fara í lobbyið að hitta góminn. Já. Ekki þetta að hitta góminn út í fríi, sko. Þannig að þú lendir bara þyrlunum og svo lappar beint inn í Svítunni. Hörðu, Ekki þreytar með að hitta góminn þegar þú ert í frí. Heldur þú sért orð. En hver ásamt, þú veist, en hitta góm. En væntalega, þú Ég veist, er bara ekkert að því að fara bara í lobby og tjekka mig. já, en þetta er mjög lítill markaður að það kostar 5 miljónar að gista. Nei, Þá þessi eru ekki þreytt- margir sem ráða það. þreytta er að þyrlupallurinn sem var besta við Svítuna, hann brann. Nei. Þetta var það tæft, hann er átt. Fuck. Þannig að nú þarf Tom Cruise að lappa í lobbyinn og spjalla við góminn sem er álöfur skell. En hvað hérna. Þetta Tom Cruise að vera. Já, en Mission Impossible. Sko, ég Ég labbaði færi ekki að þetta fá með- rosalega Ég get dóma, ekki sko. ímyndað mér að séu margir Íslendingar þarna helgi eftir helgi að gista sko. Nei, ég Er þetta labbaði ekki fyrir bara 5 milljónir. Þú veist, það eru örgulega til einhverjir Sko, En ég- er þetta ekki Þú getur aðalega keyptir bara nýjan bíl ef Já, þú gistir frekar en það heima er þeir til- það nætur. Já, en það er til þannig ríkir Íslendingar Já. En ég myndi segja að En þetta væri þetta er 5 90% milljónir, sko. svona alvöru eitthvað lið sko, Og 5 miljónur fyrir 2 mætir- daga er helvíti dýrt og þetta eiga helvíti mikið kæst til að bakka upp Til að finna ekki Fimm- fyrir Dýrt, mér finnst bara dýrt að fara til Spánar með fjölskylduna Hvað þá að gista á Já, þú getur farið í nokkra svoleiðisferðir í stæðan fyrir að gista þetta í 2 nætur. En þessi svíta, nú fekk ég þau tour til að lappa inn í hana og hérna ég lappa hann inn, þetta er 2 hæðum þessi svíta, 230 fermetrar og svona ég var 30 ferð, þetta er bara innbils. Já, 230 fermetra og út svíta? með private lagoon og með 2 nuttbekki niður út með sánu, með vaskubu Þetta er allt inn í svítun Ég hef aldrei séð svona hvernig var að fá hérna, the tour og svo ertu að fara tilbaka úr þessu öllu og bara, Veistu, ég ja, elska er svona tour, veistu hvað ég hafði gaman hana Ég er bara, ég get að tekið hann tour tekið nokkra í röð, bara aft Já, það er þú líka peppast vel til það. Að skoða sama dótið Já, Það sama dæmt Tom Cruise að verið þarna. Það er Já, netta. voru í hanna og líka einn móli að Maður segir í hana. þegar að í mainstream media á Íslandi þegar kemur ykkur fréttur hérna Chris Hemsworth er á landinu sem Íslendingar lesa
1% af þetta er liðmætirina 1% Já, það fer aldrei í miðla. Nei, Það er það þetta veit rosalegt. ekki neitt sko. Þessu gæði sagði, það er Schwarzenegger bara daginn og það kom ekki ein frétt. Þetta er alltaf hérna. Það er mjög lítið af þessi mainstream media. Það er bara engin svona blöð gómur að sjá það og kalla huge fan og láta alla vita með að posta mynd. Einn og einn gómur leikur þessi miðlana skiluru. En þetta er þannig að ég, það væri gaman að taka einhvern tíma þess að svítu. Það er svo fyndin ákvörðun að sjá einhvern frægan taka upp síman og ringja bara á Vísi bara hefur, ég var að fá að sjá sjá Schwarzenegger hérna fyrir austan maður. Nei, þetta er ekki þannig, það sem gerist er að það postar eitthvað mynd með sér með og svo fer það og það fólk sér það sko. Hitt væri svo skrítið maður. Eina sem er annoying er að þú færði í retreat lónið sem fylgir að gista hana engin síma leiðir. Ég finna þegar ég er onni símalaus næmur í hérna beer Geta ekki monta og sér ég fer svona titrallur og fer að líða og skringilega og að taka mynd á honum, Björnum og þá þarf ég átt að skjótast inn kíki á hann og þannig að það getur breytt þeirri reglu og það gerst Sko, nú er ég ekki hann að leiðilegur að fyndina hann eitt. Þú ert með skjáfíkn bara alvöru legit skjáfíkn sem er líklegur, já En þú veist, myndur ekki geta núna. Ég myndi fá bara, setjum allir símanna núna inn í einhvern skápinna frammi og við megum ekki ná í hann fyrir mánudaginn. Myndur þú höndla? Þetta er eitthvað ruglað. Myndur ekki bara höndla? Ertu ruglað? Ég er battir. Þá er mánudaginn. Ég er ekki með. Ég held hann get ekki höndla frammi við þáttum. Nei, ég myndi segja til 9 kvöld, ekki fræðalur. Á mánudaginn. Það er svakalt. Galið þannig. Ég er ekki að tökka. Ég fór í síma minn. Við vorum lítið í síman. Þú varst líka bara í frí. Ég fór í síman held ég sko einu svona dag og stundum bara eiginlega ekkert bara fór ekki Menn voru lítið í símanum sko. Var netsamband? Munun á AC í mæ og í februar. Þetta er ekki comparable. Hvernig var hún upp á 10 það? Tómen, það var samt gaman. Við fórum í cornhole og við fórum og fengum okkur bjór. Það er samt svakalegt strákar. Þetta var Buster, minn besti maður. Herðu, Buster, við glemdum honum í sko Hann átti eitt rólegan dag. Já, en hann átti líka eitt geggjaðan dag. Rosalegan dag. Það er vann með þetta króksarinn sko. Hann er king of face. Hann er alltaf king of face. Hann er king of face. Körs og húki menn, við veit allir hvað þú hefur það. Bara fylliböttu stemningsmenn. En Bustmachine er bara svona helviti segur. Ég held að Busterinn Þetta er stemningin á borðdókinu. Það er bara Þú veit enginn þetta huggulegur mynd. Mótilega. Horfði í kringu þess. Og ég veit það. Er þetta ekki AI? Bustmachine Þetta ekki AI mynd? Bara þetta er svo eini bara í Atlantic City í vikunni sem var cut off from the bar. Sem hvað segir þið? Hann var cut off, hann mátti ekki fá fleiri drikki og ég hef aldrei séð það gest í Atlantic City? Ég er oftast þannig, þú mátt sitja hann bara búin að míg og skíti í þig og ennþá allir bara, heyrðu hvernig gengur þá þú ert að vera rosalegum gýr svo sett cut off. En ég hef aldrei séð Bustmachine eitthvað svona mökka. Hann er alvöru hann var bara í gýr sko, hann var þetta skammar. Það var lettur okkur leiðileg barþjón. En málið er að þú veist með Bustmachine er að hann alltaf king of AC en þú sérði ekkert ábærandi að hann tórir, hann lappar bara og er góður. Ég hef aldrei séð Bustmachine, ég hef ekki svona 70 AC ferði með honum. Ég hef aldrei séð eitthvað svona í rauninni eitthvað ofurölu. Þetta var ekki verðskulda að vera köttaðar á. Nei, ég skar á þetta á barþjón. Svo líka fyndi, við erum alltaf bara í einhvernum bólum og stöpuksum eitthvað, komnir niður og bara að degi og þingur. Allir í joggingbuxum allan tíma. En alltaf þegar Busturinn kom niður, þá bara eins og hann væri að fara okkur forstjórafund sko. Hann er líka bara eins og í jakka og skyrtu og búið að greiða allt aftur hann var alltaf, með Óli Jó var líka alltaf svolítið flottur. Við vorum alltaf bara í joggurum. Þetta er líka bara eftir að BL losaði sig við hann, þá hefur við farið straight down the shit. Við vorum með besta fórstjóran í history of mankind. Það er rosalegur. Áður stemningslag. Og hrós áður fyrir mig við hverju hættum. Það er á King Vibe bræður. Já. Þeir sokkuðu bara alla hérna. Þeir komast áfram. Já, bara fóru áfram og eru á morgun. Við erum búin að missa öllu Eurodótinu. Við náttúrulega vorum búin að voru einu kvöldi. Nei, voru ekki 2. Já, hefur nefnt að horfa á 5. Nei, ég er bara ekki mikill Eurokall. Við með þess erum með Doxon á morgun. Já, ég er náttúrulega verið stóramali. Missa af ykkur. Já, sko, ég Hjöppi og Blondell verðum í Doxon að velta steinum. Að fara yfir þetta allt saman. Sko, málið er að það var stuðull 750 á Ísland fyrir til að vinna keppnina nokkur dögum síðan. Já. Það er komið 250. Ég myndi segja að það væri slatta breyting. Eru Svíjarnir ennþá líklegastir? Já, það er 1.92 á Svíjana. 1.92, lítið maður. Og næsti fyrir ofan er Austurríki með 4.35
og svo Frakkarnir með 7. Það sem ég ger málega, svo er rosalega stökk í fjórðasetti sem er Holland 18. Þannig að samkvæmt búkjónum er þetta 3 lönd sem er að breyk Sem er að keppa um þetta. Svíþjóð, Austurríki og Frakkland og Holland sko, ólíklegt. málið með auðvitað er búkin aldrei með þetta hárrétt en þeir eru yfirlt nokkuð með þeir eru sirka með þetta rétt Ég er bara en svo ef þetta verður 100% sem ef að Svíja var með 100% þá var þetta 1,06 ekki 92 Nei, það er ekki dörrut í þessu En ég er bara ánægð með Væp gengið Já, ég get lofa þér, enginn jafn ánæður og Matteo og Teddy Já, syni bara, mínir. þau eru bara brillera maður og ég er bara með Íslandíka að senda loksins svona stemningsla og smá flippla ekki Já. alltaf að taka þessa keppni og alvarlega Þetta það verður verður stemningsmenn Þetta er bara alvöru stökkpallur fyrir þau öll og það er bara gegja Herru tökum drengir, þetta. áður en við förum í hvað er í gangi í þættinum Þá verð ég að koma aðeins að þessu af því að það er náttúrulega núna besta deildin í gangi drengir Já, og ég- hefur úrslitakeppninni í körfubólta stólarnir 2 yfir getur orðið Íslandsmeistar Herru, við horfum á leikin úti Horfum á hann í þvílíku stemningu Herðu, það væri sko ég er að sokka líka gumma ben svo mikið þetta, maður stuði hann spáði afturlíku falli Þetta er ekki búið Nei, Þetta bara- var að byrja Jesus, bara Það er það var skrítið ekki- Það var spes spámaður hjá honum Ég er með fullur viðingu, hann veit helling sko en Þeir þetta- eru alltaf bara í 7. sæti grennijandur hlá Já, sko, Gummi var bara, ég ætlaði bara leild að segja Gummi Ben skeit bara með að segja þetta En ég- Gummi er með þykkt bak Já, hann er með þykkt bak En á sunnudaginn er afturhelding að fá káringa heim Og það er hættulegt að koma upp í Mosó Við erum að vinna alla heimaleiki Þannig að Það veit, þeir eru rosalegir heim Já, þetta við erum að vinna Við erum bara að vinna stjörnuna Hann má ekki Víking vera á sama tíma og stjarnan Tindastóll Hann er kortur 7 Þá er þetta, þá verð ég í áskarði Er flókið Ertu ekki að fara fyrir að koma? Ég er að fara að horfa á Tindastóll Það getur orðið Íslandsmeistar á sundaginn Já, en Íslandingar afturheldingar að fara að pakka saman káa En er flókið að hafa þetta bara ekki á sama tíma Já, óþólandi Já, en drengir, það sem við ætlum að gera þarna í Mosbæ og það sem ég langar að segja, því að ég lofa að koma þessu vel til skila Hvað er rugglegt að fara í hana? Það er klukkan 5:30 17:30 þá er partí í Hlegari Búm. og það verður, eigum við ekki að segja fríir drikkir Pulsur það verða pulsur og það verða hamburgarar og allt Allt þetta frítt. það verður allt frítt, andlitsmáling fyrir krakkana Þú veist þannig að segja öllum mæta. Íslandi að þessi frít áfengi og fría pullur þá verða svona 600 manns á Gott það veður úti Og ekki bara það drengir nú kemur á stóra June og DNA menn er að fara að frumflytja nýtt stemning Shit. Þannig að það verður frumflytt, lagi er ekki komið út Nei. Það kemur út í næstu viku En við erum að fara að frumflytja Á það sunnudaginn. sunnudaginn í Hlegari Og við varum til í að sjá bara alla Við erum fullur Hlegarur Það verður Allir með stappað. málingu, Já. krakkarnir, drikkir Ég og DNA maður að Svo frumflytja nýtt lag. tekur jammi kvöld líka og Tekur þetta fyrirleik, í háluleik, eftirleik Nei, hvernig svo- 17:30 Fyrirleik, Það er bara 17:30. það er bara Já, uppbytun Það er rosalega Tveggja tíma uppbytun Þannig Svo að bara, sko- þetta er 10 metra frá vellinum sko. Þannig að bettið er alltaf, veist ég elska káður til lífunu en bettið er alltaf afturlega annað því Og- miður Já, svo og- reynd Reyndar pirrandum að missa þessu leik Því að þetta eru 2 skemmtilega leik Geðviglið og við viljum Já, veist- bjóða káringa velkomna í Hlegar Þetta En er ekki er ein- bara afturheldinga, þetta er líka fyrir káringa Má ég koma með klikkaða hugmynd Þetta, ég veit að, veist, hvað með að setja bara afturlega káður 17-15 Hver myndi töði við því? Það er Segðu saman bara Já, færa hann nákvæmlega. Segðu bara, hörðu, ef við myndum ringja bara Þá getur maður hort á báða Já, segðu bara, hörðu, strákar, eru þið til í 17-15? Já, þú ég getur er líka klár. bara- þú getur líka bara- Hver myndi töða? En akkur mætir þú ekki bara í Hlegað Tekur partíið, svo ferður bara á okkur annar leik Þetta er bara við erum svo miklu máli sem við komum til Íslingum í lúður Ásalegi Það þarf að stoppa þetta, En maður sjá þeir- bæði auðvitað þarf karvan og best að vinna svolítið Já, saman meina, Úrslita keppnin í körfum settu bara allir káður 2 klukkutíum fyrr, er þetta flókið? Já, Það verður stjarnar Gæðbíla víkingur þarna í Garðabenni Það verður stjarnar víkingur á sama tíma og Breiðablik Valur, hvað er að gera Og þetta? það er 20 Þetta er- 20 hitti, það er allir sem velli vera fullir sko. Sko, Sunnudaginn þetta verður rosalega helgi Það Og- er Eurovision á morgun Svo þetta á sunnudag Nei, betur, ég er að skýta 18. mæ er alltaf, já, 19. er Þetta er ekki þetta er allt bara saman. allir káður Afturhelding káir er bara Það var innilegur færa Ok Herru, Allir upp í Mosó. annars er nú ekki flókið hvað er í þætti dagsins Við erum með þekkið ekki sem að átt að vera í síðustu viku En komst Náðu ekki í því. það var svo mikið að gera Við erum með hvortmönduru frekar Við erum með Steindi, hvað er þú með? Ég er með myndur fyrir Cass og svo er ég líka með þetta How do you do fellow kids sem getur dottir Myndir fyrir Cass, það er rosalega. Sjáum hvernig tíminn segir það er Smíðar að myndir fyrir Cass. Spurningkeppni Gilsans Já, hörðu Hvað erum við með þar? Það er seasonal keppni í dag King of Atlantic City Erum við ekki nýbúin að vera í henni? Já, sko, þú tókst hann 2020 Já, ok, ég ætla að stýttra að stjæna fórum hérna Stóni jafnaði 2022 Já. Stóni fór yfir þig 2024
Þannig að það er 2-1 fyrir Stonefucker í King of AC. Það rosalegt. Þú ert bara að segja úr þessu stundi. Geðir það, en svo má ekki gleyma að eftir nákvæmlega, á morgun eru nákvæmlega 2 vikur í rosalegasta gig allra tíma. Já, nú er bara fókus á höll, drengir. Nú er allt að fara að dekka. Hvað er reglur þetta? Ætlum við að spila bara Monster Hits? Við spilum bara Monster Hits sem er í höllinni. Okay. Já, ég gruna að þetta verið fyrsta lagi okkar í höllinni. Tónlistarstöðin FM 957. Það er hann Guð sem er svo besti. Þeir alveg stæðina FM 95 blöð á FM 957. Það er fullu bátur, það eru 3 í gír, 20 stiga hitt úti og já, einhver stærsta helgi ásins framundan eins og kom inn á. Það er Eurovision á morgun, það er afturhelding KR á sundag, Stjarnan, Tindastóll, allt að gerast þetta. Og já, það er bara einhvern veginn, maður finnur það í gleði í Íslendingun núna. Já. Og við hefum líka skilið eftir þennan bara vetur og viðbjóð og þannig að ég myndi segja þetta ekki, að við Íslendingar eigum bara allt gott skilið. Við erum hérna allan ásins ring á þessari eyju og loksins fáu eitthvað svona. Ég segi bara, ef við fáum allt sumar verður svona, eðlilega ekki allir dagar, einn og einn ógeðstagur eðlilega. Þó við fengið bara 1 mánuð svona. En ef það verður bara svona í sumar, þá líka bara töði fer og það Íslendingar við heimsmet, það er enginn betur að töða við. Það er enginn að töða núna. Ef þú bara ferðir á miðlana núna, það er enginn að töða og enginn var með eitthvað leiðindar Facebook-status eða neitt að neitt. Það er bara allir helli svo gaman. Nú eru bara allir í gýr. Sko, ef það er 20. hitt alla helgina, allt þetta í gangi og Euro og náttúrulega ammæli og fullt allir útskriftir byrjaðar og eitthvað, þetta er bara Þetta er svona, ég myndi segja að það er fyrsta alvöru stóra helgi. Ég geti ímyndað ykkur hvað sem Eurovision party verða morgun, þessi menn eru að negla á grillið og já, og í tengingu, það er voru í dag líka sko. Við völdum tíma til að fara til leysi maður. Já. Hann kemur hérna heim bara svo draugur og bara besta helgi. Þeir komast svo góð tíma þegar þeir koma á mándaginn, ef þeir heikalegt. Það býtur ekkert á okkur. Við höfum alveg verið verið. Já. Svo bara stillið á Dog Zone, Eurovision Zone, ég blöð og ekki Stonefucker, Hjöpi. En við erum allir í gýr alla helgina. Já, ég nefnist þetta er líka bara, þetta er state of mind, ég ætla að hætta þessu væli. Já, nú er ég bara að vera heiðalegur, ég er bara fín. Það er ekkert vesen. Herðu, eru tilbúin í slúður? Ég ætla að byrja á, já þetta finnst mér skrítið slúður. Hérna, sem sagt, ég nenni ekki að fara meira út í þetta, þessi málaferðli hérna hjá Blake Lively og þessi hérna leikstjóri. Puff Daddy er líka komin í málaferðlin. Já, það er löngu byrjað sko. Það er bara allt svo dörti eitthvað, maður vill ekki einu sinni snerta það. Þetta er þessi Baldoni hérna, lögfræðingur, hérna leikstjóri og Taylor Swift, ekki Taylor Swift heldur, hérna Blake Lively. Þú verður að segja okkur eitthvað smá forsögu á þetta. Ég veit ekkert hvað þú tala. Jú, þau léku saman í mynd, ég er búin að segja svo. Já, svona sæði Reynolds og eitthvað. Það var eitthvað bíf. Það er bara alvöru bíf og nema það að þær voru bestu vinkonu, Blake Lively og Taylor Swift. Nema Taylor Swift er hún svo þreytt á því að Blake Lively var alltaf að draga hanna inn í þessu málaferli og hann að þær eru orðnar óvinkunur og núna er sem sagt Blake Lively búin að hóta að bara birta persónlega skilaboð frá Taylor Swift ef að bara síðustu 10 ára enga skilaboð á milli þeirra. Það er rosalega. Ef hún bara, ég skilir þetta ekki eins og hvað gengur á? En af hverju þetta ímynda er ef að ég og þú myndum bara hérna rífast og ég færi bara að hóta sína skilabóð sem þú har sendt mig síðustu 10 ára. Svo fyndið, svo barnalegt ef við færum að rífast. Þetta er alveg galið dæmi. Já, veistu hvað, ég held bara það er ekki vinkonar lengur. Ég held bara að missi allir viti þarna í Hollywood. Já. Það er bara allir. Ég held einu sinni að draumurinn minn væri að vera heimsfræður. Ég myndi bara ekki höndla held ég. Nei. Og með langar. Sérðu bípmasín. Hvernig stemningin er á honum. Já, flestum er þetta ekki að blessing að vera. Nei, ég held að við séum bara fínir að vera hérna með eitthvað útastát á Íslandi. Hver er búin að höndla mikið meira. Mér sýnist við alla höndla það að vera með útastát á Íslandi. Við erum bara stjórnlausir. Förum til AC og nei, við erum ekki, sko AC er samt bara, það er náttúrulega búið að vera 19 ára árlegt stóð, sko. Það heldur bara áfram. Við vorum þetta ræðið úti. Mig grunnar, við verðum bara gamlir menn, eða þú veist. Þetta er líka bara faralli vinirnir að þjappa hópinn saman og lægja og hafa gaman. Herðu, svo er annað, þetta er hérna 50 Cent, hann er alveg brútal. Hann var að posta bara, ég sá þetta þegar ég var úti, að hann var bara að posta á Instagrami sitt, bara hérna myndir af P. Diddy og Jay-Z saman
og hann bara, captioni var Friends till the end, Jay, you still here og eru svona takka hann inn í þetta pikkið þá já, og bara sína allar myndinar honum og Puff Daddy, hvað þeir voru búin að vera bestu vinir í öll þessa ár 50 er sann svo geggjaði sko hann alveg snarruglaður já, honum drullu saman já. Hann hefur engan húma fyrir svona Nei, og hann bara takka menn hann sá eitthvað viðtal við hann ástæðan fyrir hann hætti sjálfur að tala við Puff Daddy var að því að Puff Daddy kom til hans og sagði við hann herðu, viltu ekki koma og ekki versláðu eitthvað föt og hann bara, hvað ert eitthvað bilan bara kaupa mig föt, hvað ætlar svo að gera ríða mér það, þá var hann actually að reyna það sagði hann svo, hann fattaði að breftir á að hann sagði í djóki og hvað ætlar svo að ríða mér en þá var Puff Daddy bara í þessu Þú ert alltaf að tala mann sem skotin sko 9 sinnum og einu sinni í feysið sko lifið af já, hann ekki svalastur að hann alltaf þegar hann alltaf gefur út lag áður en hann verður stórstjarna þar sem hann tekur bara 90% liði, bæði röppurum og líka ekki röppurum sem eru bara stórn upp skilur í öðrum heimi og hann bara jarðar alla, bara þetta er svakalt lag og það var alltaf að tala um að hafa verið svona ástæðan ég veit ekki að það er aldrei komið eitthvað með alveg í ljós skilur já, ástæðan fyrir hann var skotin en þú veist þá bara fór hann var bara hver er þessi gæi og hann mætti bara og tók alla ég sé Jay-Z í einhverju viðtalega sem hann var að segja bara ok, þau ætla að fara að gefa þetta einhver lög drífu ykkur, cause 50 is coming það var áður en að platan hans kom út bara ég myndi drífa að setja allt út núna því að hann myndi eiga markaðin í svona 2 ár en þeir eru ekki vinnir í dag Chris Brown, hann geti verið á leiðin í fangilsi hann var handtekinn hvað var hann að gera? Af því hann tónlistakonsepti og blöði í Mólun sem sagt barðið eitthvað á nætuklub í London 2023 og var svo að fljúa aftur til Bandaríkjanna eða aftur til Bretlands núna og var handtekinn á 5 stjörnu hóteli sínu í norðvesturhluta Manchester hann þeir komið bara að sækja hann út af þessu máli fyrir hann er aldrei mætt í réttarhöldin nei, 2 ár síðan hann Lú barðið vist eigandan okkur nætuklub hvað er aðanbönnum hvað getur ekki núna voru við allir í einhverjar ferð getur ímyndaði bara allt inn að fara að ráðast á eitthvað og nóbúið eitthvað og landakósið er lam og bara lam með flösku menn eru bara á sig glas og var gaman sko já, við erum ekki þarna maður og sennilega bara eiginlega engin þetta er náttúrulega bara já, það eru fáið sem myndu fara bara út nætuklub og berja eigandan já, þetta er steikt en þetta var slúðurpakki dagsins og mér finnst hann bara nokkuð góður þetta er svaka pakki frábæri svo alltaf hér strax eftir auglýsingar ætlum við að fara í þekki eða ekki en auglýsingar fyrst Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er tekið höllinni DJ Muscleboy og Louder hér í FM 95 blöð en þannig ég er að spája róa þetta aðeins niður nú ætla að keyra þetta niður já, þetta er okkar besta fólk Jón Jónsson og GTRN sem að þýðir að við erum að fara í dagskáliðin þekki eða ekki já og það er svona fínt aðeins að róa þetta niður þannig að ég spyr bara drengir hvor eitthvað vill henda sér og pretta hann fyrst ég skal gera þú ferði yfirlt fyrstur já, ég þarf líka að fara á klósett já 1, 2, 3, hvernig er staðan? bara 3, hvað? Ég veit ekki Hann er í vinnunni já, helviti var í menn græðið þá hann hendi í þristinn bara í miðjum þetta herðu, við hendum bara í þetta maður sjá þetta ég er svo bílu plata þetta er svona liður sem hræðir mig mest já, en maður sjá heldur með tónum nei, þetta er samt ekki kræfandi Jó, reyndar síðasta sko, það er þetta 6 stig í síðustu já, þannig að ætti að verða eitthvað stig í dag fyrsta spurning af því að nú er úrslit einmi Tindastóls og Stjörnunar í bara hæstu að hæðum ekkert eða gott TV já, bara stórkostlegt hvor ykkar vinnur, ekki núna er ekki þryggjastæðakeppni hvor ykkar vinnur 1 á 1 í körfubolta þú veist sko bara það er bolti, leikur upp í 7 og bara 1-on-1 já, upp í 7 sko það er í fyrsta leið mjög fyndi TV þeir eru báð svona klunarlegar sko hann er alltaf komin í mjög öfluga svona boxþjálfun hann er boxari ég er að tala þraut þjálfur boxari já, ég veit hann er standi það box er ég myndi segja að þú veit boxarar í miklu betra form en körfuboltamenn já þannig að hann er komin í svona leið fysikal rosalegt stand ég myndi samt ekki segja að Steindi var í betra formi en Sigtryggur Arnar og hann er ekki að shooter
Nei, eins og ég. En þú þarna varst skiptir reyndar- það þú varst engum ekki að máli. sjúra reil Ég var nálægt til að vinna það, mástu, ef ég sett einn niður, nálægt. Þetta er betri, en ég munreið steind, mást það, í keppnið. Flokkar þig, þegar að kemur að körbólta, flokkar þig sem shooter. Ég er nefnilega drullu segur shooter í, sko, ég er shooter, ég myndi Ok. segja það. Bæði í crabs og líka í... Þannig að þú væri einn af einn við steinda, þetta er meira sem eitthvað sem ég langar að sjá, myndir þú vera meira að dæla skotum heldur en að komunum myndir körfuna og þú ert stærri en Ég er lélegastur í þessu, one-on-one er ég lélegastur í. Þannig að hérna, út af því ég myndi, veist, máli, og hann er líka með svona gott, þykkt raskat Það getur og, bakkað og inn í yfir að skekka, hann myndi setja því með sem myndi bara bakki róli heitunum, Og reyna að enda íta honum. mér að körfunni, svo bara spjaldið honi. Þú ert samt alveg hraustur, þú getur aldrei honum fram Já, en hann er samt bara þessi bókstjálfun. Ég held, ég er alveg hreinskilinn, Steindir var að pakka mig saman í one-on-one. Aha, við þurfum eiginlega að fara í þetta Ég held ég myndi setja peningin á þig Á mig, Já, í underdog. ég held það Herðu þannig næsta Hvað finnst þér kynþokka, finnst þér maturinn? Kynnt okkur fyrir maturinn. Þetta er mögulega moment fólk þarf að stilla úr á bylgjuna, sko. Nei, bara hvað er Þetta er ekki eitthvað dónaleg spurning Nei. Bara hvað finnst þér svona mest sexy maturinn? Fyrsta sem þetta huga banan eða þetta. Og bjúa, kannski, gúrka, pulsa. Ég bara hugsa upp átt, hvað er ég að segja? Hvað með þú segja? Hvað með þú segja? Hvað er ég að segja? Þetta er bara matur. Humar, eitthvað svona falleg Já, ok Hvað finnst þér mest Ég sexy veist maturinn? að það er að velja einn af þessu fjórum. Veitu, ok. Banani. Banani, mest sexy maturinn Þetta er Sigaret. Ég ætla að flestir eru komnir yfir bylgjuna núna. Þetta er skrítið útvarpma Herðu, ok, núna kemur hins vegar, hérna þarf ég að skrifa allt Á skalanum 1-10 gefðu öllum 6 meðlumum FM 95 blöð engun í kynþokka og þá er ég að tala um alla 6 sem hafa verið hérna frá byrjun Þetta eru Öddi, Steindi, Egill, Sveppi, Hjöppi, Björn Bragi Ok. Og Pétur Jón. Og Pétur Jón, já Hann er hérna Allir bara. Já, Og ég að gefa það 1-10, það sem Já. mér finnst, hann á að giska. já Og þetta er frá, já, 0-10 Og þarna er hægt að fá 60 ef mann giska alla tölurnar rétt Ok, ég ætla bara að hafa röðina sem er hérna hjá mér Þannig að þetta sé í sömu röð Ok. Þá ger ég svona, hérna er Egill Og hérna Ég segi bara fyrst, máli, eitt ekki ofugsa þetta, bara fyrst að tala þetta er upp, ég ætla að segja hana. Ok, hvað gefur upp blöð? 9. Já, thank you, má ég þurfti þetta eftir AC Já. Hvað gefur upp Steinda? 10. Hann er með yfir, sko, ok, hann er með takk. Nei, Ég ætla þetta, nú veit Nei, ég bara einhverju mín skipt engum máli greinlega Steindir hún 10 nei, sko, málar þegar hann er með yfir Rúrik 10? Nei, þegar hann er með yfir að skegið og þannig má það snirta sig og poti sig og komin í kífiskistuna og veist, það er hann ekkert eðlilega hugulur. Ég er sammála Hvað gefur þið sjálfur þér? 7. 7, hvað finnst þér? Þú ert ekki ómynd Herru, Sveppi Sko, málega húmor er svo að gera menn svo hugulega og Sveppi var Finna með sem maður landsins. sýningar fyrir mig Við vorum saman í herbyggju, hann neitaði að fara út með við saman í herbyggju og margir sem þetta einir í herbyggju og hann vildi hafa þetta kósi Hann neitaði að fara með við saman í herbyggju Okkur einasta kvöldi var einhvað inn á herbygginu að ráðast á hann Einu sinni ég kefti pítsu handa okkur fórum með hann upp og pítsan var með því líka stæla við þessu eppa þannig að hann réðst á hann og barði hana kvöldi eftir réðst veggurinn og stóllinn á hann var að slást við vegginn og og ég sagði bara ég veinaði á einhverjum myndböndu þessi getur það sýnið einhvern Já, gott að eða þetta on tape. Já, bara ég verði eiginlega að sína þér á eftir Ég gef Sveppa. stóllinn réðst á hann sko. Auðvitað alltaf bara er hann mjög myndalegur Já, og hérna hugulegu drengur og komin í gimmið, hann er hjá Gauja sem er svona, ég myndi segja top 3 besti engaþjálfari landsins sportinu og ég segi 8,5 á Mushroom. 8-5 Þá er það Hjöppi Já, hann alltaf með það sem vinnur rífur hann rosalega upp þessi haka sem hann er með. Já, hann vil meina það að menn sé að kaupa sömu hög og hann er með Ég hef heyrt hann segja Já, hann er með svona gat í henni. Hann vil meina að það sé bara að harðast að svo getur verið með Já, ég held að Matsi blöður hann á að setja 9 á hann. 9 Björn Bragi Björn Bragi er
rosalega huggulegur. Málega, og það segir allir þessi gæðar sem verið FNÍ blöð eru eitthvað huggulegir. Það engin hestljótur þarna. Þú segir það. BB King alltaf bara eðlilega bara 8+, ég bara gefa hvað ég gefa honum. Það 8, 9 eða 10 sko, þetta bara BB King 8-5. 8-5. Þá er það síðasti Pétur. Sko það svolítið sama Mushroom sko, finnst sem að landsins huggulegur byrjar í gimminu Matsi að sveppa 8-5 líka. 8-5. Nokkum 8-5 mann. Já. Herru, þá ert þú búinn. Það er það 3 í dag, þessi var svo löng. Já, veistla. Já. Ég farið fram. Hvað já, Steindi situr þarna. Henton minn. En sko, já, ok. Herru, þá svissum við. Fáum djún hérna inn. Það eru bara 3 í dag því að síðast er svo löng. Já. Herruðu, hvernig erstu? Ég er bara drullu góður sko. Já, við höfum óttir í þerri. Já. Sko, fyrsta spurning af því að þetta tengist að hérna úrslitakeppnin í körfubolta er að tröllir í öllu. Við höfum keppt í 3 staða keppni. En nú vil ég vita, hver vinnur 1 á 1 í körfubolta, þú eða Egill? Ég myndi vinna það. Okkur? Já, að því að Þú ert með hræðilegan skottstíl. Nei, hvað minnur? Hann er svolítið skrýðin. Hvað bara eins og ég notið bara ömmuskot eða? Nei, hún er ekki alveg þar. En hvar liggur Ég styrkleikinn? er með svona. Svo íti ég bara svona annar hendinni áfram og tek svissið. Ok. Ég drullu hittinni hverju. Ég myndi segja Er það styrkleikurinn? Ertu sjúrur? styrkleikurinn minn er að gleyma stundum að Egill lappar og liftir ykkur lóðum. Egill er ekki með kardió. Nei. Egill gerir það ekki. Nei. Jón er með kardió. Þú ert að boxa. Já, og er bara með En kardió. samt þú þarf ekki að vera í einhverju rosa formin til að taka 1 á 1 í körfubolta bara svo veitur. Nei, og svo er þetta líka bara þannig að þú veist svona, ég var alltaf í fótbolta og svona bolta íþróttir, ég held að það liggi alltaf mín megin. Þú veist, þó þú getur sett okkur í handbolta, fótbolta, körfubolta, ef það er bolti þá vinn ég hann. Ok, þannig að En þú hann vinnur með að það er einhverja liftinga, einhver backpressu keppni, þá má hann taka hana. Þannig að þú segir þú vinnur 1 á 1 í körfu. Já, og bara, þú veist, ég vinn ekki, ég bara, þetta er vandræðilegt, þetta er bara astnalegt. Það er ekkert annað. Herðu, þá er það næsta. Hvað finnst þið kynþokka, hvað finnst þið maturinn? Kynþokka vilst þið maturinn? Eitthvað sem kemur upp í hug? Já, ég hugsaði Sexy. strax bara eitthvað svona nautasteik sko, eitthvað svona ákveður flottum stab og setja sósuna aðeins yfir og það er franskar eða bökuð og diskurinn lukkar og eða sushi kannski? Sushi er sexy. Nei, mér finnst náttúrulega ekkert kjötið sexy heldur bara segja eitthvað eða þú veist það er ekkert sérstaklega aðlagandi við skyndibitamat sko. Nei. Þetta er meira Hann svona er ekki sexy. út að borða. Já. Já, Er það steikinn? Já, ég sko já, ég held að sé bara segi mig þá steikinn sko. Steik. Þetta er í fljótu. Já. Svo þarf ég að endur hugsa þetta og Alltaf. kemur rétt svo að setna bara. Þá var það síðast á. Hérna nefnilega tekur smá tíma. Gefðu öllum 6 meðlumum sem hafa verið í FNÍ blöð einhvern á skalanum 1 upp í 10 í kynþokka og svo bara lesi upp fyrir þig og þú átt að svara. Ok, ég sko já, ok. Ok. Hvað gefur þið mér? Sko, mér finnst þið náttúrulega allir svo flottir sko. Já, það er enginn að fara að grænja. Nei, þú veist, enginn í þessum hóp þarf að áhyggjur að því sko. Nei. Blöðarinn, ég menna þú veist Blöðarinn er hugulegur og bara stemningsmaður og Stendundi nafni. nýja. I'll take it. Já. Hvað gefur þið sjálf þér? Sjálfum, á góðum degi að slæmum degi. Bara, þú varst ekki að hugsa mig á góðum með slæmum, bara venjulegu degi. Ég sko, það er rosa munur á I clean up good. Já. Það er málið. Það er hár rétt þér. Þú getur alveg hitt með það sem ég er þristur. Það ég er bara skrepp út á jogurunum og hefingar ágjur að þessu. Nei. Er það lægsta sem hann fer, þristur? Já. Ég held til dæmis þegar ég vaknaði í AC í gær að býða eftir að þurfa að tjekka út af herbygginu mínu. Já. Eftir alveg gott 4 daga rall. Já. Ég var ekki mikið meir en þristur í gær þegar ég var að labba niður. Nei.
En svo Það er aldrei geti gott ef að öryggisverður að spyrja hvort það sé ekki allt í lagi. Við vorum með allir spurður að því. You guys doing okay? Já, alltaf að spyrja maður. Ég svo, hvað, jú það ekki. Má ég ekki vera ógeðslegur á jökjumbuxum en að spila frá mér allt sem ég á það. Ég myndi segja ég væri á góðum degi, besta degi. Þetta er meðaltal. Já, ég ætla að segja bara á góðum degi. Það er, ég myndi segja 7-9. Bara 8 þá. Þegar ég komin í jakkafötin og Hvað gefur Agli? Ég ætla flottum maður. Gefum 9. Já. Hvað gefur Sveppa? Sko, Sveppi, að því að við höfum oft rætt þetta. Jón er ekki, sko, Jón fílar ekki of svona mikið svona, þú veist, svona, eins og það sé búið að sprautaður út úr ykkur geltúpu, skilur. Nei. Vilt hafa það svona rough around the edges. Já, Já. Jón er svolítið gamli skólinn þegar kemur að því. Já. Þannig að ég ætla að gefa Sveppa krull, að því að nú er ég að taka líka inn í þetta, sko, hann er stemningsmaður, ekkert, þetta er Sveppi krull, það gefum 10. Það er ekkert annað. Nei, hann fær 10. Sveppi fær 10. Já, Ákveðum að Hjöppa. hann er drullu flottur. Já, Hjöppi er ofalega líka, sko, huggulegur og Talandi finna menn, ég hef sagt það nokkur sinnum þegar Hjörvar í stuði, þá finnst mér eiginlega engin. Þá er Sveppi og hann. já, og bara mitt, og það bústar upp líka tölur og Já. hann er svona stór og mikill og Með rosa höku, segir hann. já, höggu Hann og fyrir með svona skarði í hökunni. ég ætla að gefa hann ég ætla að gefa Hjöppa 9,5. Það er ekkert annað. Nei, Hann er ánæður að heyra þetta. hann er huggulegur. Hann hlustar alltaf þegar hann að keira til upp á Skaga á sunnundum. Hann er ánæður að heyra þetta. Hann er glánað með djúnuna. Já. Hvað gefur þið BB King? BB King, Björn Bragi. já, sko hann geti verið að fara að fá mína lægstu einhvern. Það er ekkert annað. Nei, af því að hann er sko mjög huggulegur. En ekki þú, það er ekki típan sem þú fílar. Nei, Þú veist, hann það var er, sköllótt og hann er svolítið ekki búta nóg, og- hann er ekki nóg grófur sko. Nei. Hann er of fín gerður. Já. Þannig að, ég veist, Björn Bragi er svona 60 kílóa maður með 6-pack og rosa flottur sko. Getur verið auðvitað ykkur dragspyr ykkur stær út í heimi. Hann bara henda þér ekki. Nei, ég ætla að gefa Hann af okkur öllum, það myndur þið síst fara á hann. Eru við í því? Nei, bara ef þú værir í þeim þannig gýr. Já, það verður svakalegu gýr. Hvað gýr væri það? Ég ætla að gefa hann 8. 8. Já. Gafst hún sam og þú fegst frá sjálfur þannig. Það er það ára síðasti. Það er nú svolítið skrítið. Pétur. Já, ég gef mig þá kannski eitthvað aðeins neðar. Nei, þú Jó, við þurfum að vera raunverulegir. Nei, hvað gefur þið Bjössa? Kannski 6. Bjössa? Já. Nei, ég var ekki honum. Nei, hérna Pétri, sorry. Pétri? Já. Já, nú kemur aftur að sko, Pétur er að fara að fá háa einhvern á mér. Pétur, hefur þú séð mynda Pétur Jóhanni sem er bara svona 6-7 ára gömul? Já. Já, sko, hefur þið séð mynda Pétri sem er bara þegar hann var í strákunum. Nei, sko Hann maður er eins og rauðvín. Hann er svona 10 sem er myndalegir í dag. Hann eldist ekkert eðlilega vel og hann verður flottar og flottar einhvern veginn með hverju árunu. Mér finnst hann smá vera með touchið af Gillamalla syndróminu sko. Já, Hann er það. svona yngist með hverju ári. Þetta er Benjamin Button þarna. Já, ég ætla að gefa Pétri. Hann var bara svo lesbísk kona í strákunum. Já, mér langar að gefa hann 10 bara. Ég ætla að gefa hann 9,5. 9-5. Já, hann er drullu flottur. Herru, þá þurfum að fá Egil. Þá er þetta komið. Og það er hljóta að vera einhver stig í dag, drengir. Fjandinn það hafði ekki. það. Já, þið getur fengið 6 stig í síðustum. Já. Herru, hvað voru? Skellur? Og ég var ekkert eitthvað að reyna að hlífa mönnum minna. Nei. Þetta er bara honest dæmi hérna. Menn verður bara. Það var ekki þannig, ég ætla að byrja á þér, Steindi. Ég spurði Egil, þið keppið 1 og 1 í körfubolta, hvor vinnur? Hvað sagði Egil? Ég ætla að skíska á Egil hafist valið sjálf á sig. Það er rangt, hann sagði þú. Er það? Já. Hann sagði hún myndi Sigur. bakka inn í hann og vera undir körfunni og... Pakka mig saman. Hann myndi minna það. Ég er undir körfunni, ég er 1,78. Hvað ég gera undir körfunni? Það var saman, ég spurði hann. Segur og bakkar inn. Peningur minn, ég er ekki að grínast, peningur minn færa á Nei, hann er bara, Egil. hann er þrauð þjálfaður núna til bóksið. Ég væri að stóla rosalega mikið á þristana og kardió. Það var að já, þreyta hann í 1 og 1 upp En í 7. þetta er náttúrulega bara drullu erfi keppni. Já, ég myndi þess. En ég spurði Steindi á sömu spurningu Egil. Hvað sagði Steindi? Hver myndi vinna í körfu? Ég held að hann er nýlendur frá AC, þetta er hömbulsteindi. Það er gefið gilsa þetta.
Nei, hann gaf sjálfur sér þetta Hann myndi ekki bara Það er 1-0 Hann sagði ekki bara hann myndi vinna Hann sagði hann myndi rústa þér Og ég Hann var segi mjög bara langt frá að vera höndbúinn. Hörru, við vorum sammála Svo það er Já, hann myndi meina hann myndi pakka Já, þessu ég er sko- sammála, ég sagði Það sem væri í gangi þetta væri myndi að halda mest megnist þrista samkeppni Og þetta væri hvort væri heitari þristunum Ég, þetta er bara eitthvað sem við erum að gera Við vorum nefnilega jafnir, ég og Egill svolítið í þristakefni Þú vannst það Við vorum ekki, við skeitum báðir sko Já, Egill var næst, ég er búin að vinna hann sko. Herðu, Skeitt ég hérna Það er 0-0 Það er 0-0 Já. Og það eru fullt að stifum í búða ennþá Það eru 60 þannig í síðustu Já. Ég spurði Egill, hvað er kynþokkaflisti maturinn? Hvað heldur hann að sagt? Kynþokkaflisti maturinn Sko þekkjandi Egill þá hlýtur það að veri steik og rött Nei, hann sagði banani Eða gúrk Já, því að það er eins og penis Anskutin Ég hef átt að lesa þetta Ok, nú ætla ég að vinna númarinn En af hverju valdur þá ekki Skeitt með En þetta af hverju valdur þá ekki ávögg sem lítur út meira þá eins og kannski kvenkins Fyrst þú skeitt með þetta, Stóni Nú ætla ég að komast yfir Veitu hvað var þetta sem þú taldur upp? Þetta var banani, gúrka Bjúa Pulsa Það var allt sem er eins og félagi Ég spurði Steinda sömu spurningu Hvað sagði hann? Eina sem Málar, eins og ég oft sagt eins og ég alltaf með var að ljúga og ég veit alveg hvað honum finnst kynþokkaflisti matur Ég sverða, ég er alveg totally honest í dag Ok, þá myndi ég segja melónur Það er líklega rétt svar Ef þú sagði það ekki þá er það legari Það er best í staðan Maður spyrir einu, varstu á prentarunum bara að reyna að búa til ykkur að branda Nei, þessa keppni ég er bara að segja, ef þú sagði ekki melónur þá er legari En ef þú sagði bólur af kókosnettur og appelsínur þá mögulega líka gefa þér mögulega eftir ég til að gefa slaka með það Hver fæ sér tvær melónur Það eru bólur Hefur ekkert skorið upp tvær vassmelónur í einu Sko, þetta er kókosnettur að melónur að bólur Bollur? Hvað er bollur? Bara svo bollur Bakarís bollur Ég er bara að svara bolludaginn Hérna Sko, það er greinlega ekki bollur Þannig er aldrei sagt við mig bollur Ef það væri satt bollur, sko Ég get lofa þér, ég fór ekki eins og þangað að pæla í hvað líta út eins og það ég miskildi bara spurningur og big time sko. Nei, ég held að Þú ert að gefa mér svona vísbendingar núna Þú varst ekki að tala mat sem er í læginu sem jölur Ok, þá er ég að gjöra breyta svarunum mínu nú sko. Ég ætla bara að gefa þér þá vísbendingu Ok, þá áttu að tala kannski góðu matur Varstu að tala það? Nei, ég spurði, hvað finnst þið kynþokkaflisti maturinn? Sexy á disk Þá er nöglega að tala sexy matur Ekki sexy Þá er nöglega að tala humar, steik Eitthvað svona hugguluð matur myndi ég halda, sko Humar Hann sagði steik Nei! Það er 0-0 Ég hefði náttúrulega átt að segja tvær melónur Ég fatti ekki koncepti alveg Ég hefði átt að segja það Já, menn ef þú segir það ekki, varst að ljúga Ég var með þetta Já, nei, þú varst náttúrulega aldrei með þetta Við þurftum að gefa þér sensa Já, ég veist Þú varst bara svo langt frá að vera með þetta Næringri átt, þú varst komin í bollur Herðu, nú hljóta að koma einhver stig Ég ætla bara að láta þig svara undan Steindi okay. Hvað gaf Egill blöð í einhvern? 10 Rámt, það gaf mér 9 Hvað gaf Egill Steinda þér í einhvern? Þér Hann gaf mér 9 Já, það spurði allt, ég skilji Hann gaf mér, sko Má ég fá vísbendingu eins og hann fekk? Eina Hvort er hann að hugsa við þetta á slæmum degi eins og bara er eil í dag Ég er í joggingbuxum með úi hár og bara í útvarpinu Ég skal gefa reyna vísbendingu Hann er að hugsa þetta á góðum degi Er það ekki? Með yfara skeggi sem hann dýrkar Yfara skeggi mætti þarna Þá hef ég ekki áhugjur þessar einhvern Þá er hann há Ég vil segja 10 Það er hár rétt hjá þér Þetta er ekki eins og þuttið nú í dag Hann gaf mér 10 Anskot Hvað gaf hann sjálfum sér? Já, hann hefur verið humble og gefið sér 8 Gaf sér 7 Já Hvað gaf hann sveppa? Honum fyrst möss geggjaður Honum fyrst hann skemmtilegur fyndinn töffar í sveppa Og hann hefur gefið honum 9 í bad boy stig Ég ætla að gefa rétt við þetta, hann gaf 8-5 sem eru 9 Það er 2 stig komin Hvað gaf hann Hjöppa? Námyndar, ok Hjöppa, ég meina Egill hefur oft talað hökun á Hjöppa Þetta sé alveg að Hollywood haka
Og ég meina, ég held að gefa hjá heldur mikið. Ég ætla að segja 9,5. Gaf hann 9. Hækkum upp ekki niður. Ok, ekki stig, bara með 2. Nei, Hvað gaf hann BB King? Já, Self-made millionaire BB King. já, sko, það er nefnilega málið, sko, að því að veraldi gæði hefur alltaf verið stór partur af því sem Egill horfir á. Og það vantar ekki á BB. Nei. Og Egill, hann fílar gæja sem eru svolítið snirtilegir, sko. Já, ég ætla bara einhvern. Þannig að ég ætla að segja að þetta hafi verið há einhvern. Þetta er 9,5. Nei, þetta var 8-5 sem eru þá 9. Þetta er ekki fengið rétt hana. Allir skoruðu hátt hjá mér. Já, Það og þá var síðasta. er huggulegt fólk. Þetta er huggulegt gengi. Hvað gaf hann Pétur Jóhanni? Ég ætla að segja hann að gefa Pét 8,5. Það er hár rétt. Shit. Steindi með 3 Hvernig stig. giskar á það? Það Þú bara, ert hann 4 eldist stig. eins og gott rauðinn og Já, ég er ekki fræðileg gisk á. Ok, Úff. hvað gaf Steindi mér, Blöð? Þannig gefur 8, 9, 10, alveg 100 búist. Aldrei þetta 7 á þau, sko. Ekki fræðilegur, sko. 9. Rétt. Yes! Komið stig. Hvað gaf hann sjálfum sér? Þetta er hömbulsteindi þetta. ég man ekki eins og sjálfur hvað það Nei, hann hvernig er endaði. kannski ekki, hann er ekki verið, veist, ekki verið ykkur rugl að gefa sér 5, 6 og hann er ekki sett 7 á sig hann. Hvað sérðu? 7. Hann gaf sér 8. Nei, var það ekki eitthvað neðar? Nei, þú gafst þér 8. Gafstu þér 8? Nei, held ég að ég gefa Ég er neitt að hann skrifa hérna. 7,9. Vaknaður feskur í Ég morgun. gaf 7,9. Já, sem er 8, 7,9 er 8. Ok. Hvað gaf hann þér? Ég ætla hann að vera næs í gilsa í dag. Muni ekki eftir, ég sagði þetta mér þess að hvernig næsta skala með upp í 10. Það gaf mér Sjálfur er ekki ég 9, sirka það gaf mér ekki 7,9. 10 að setja 8 á mig. Hann gaf þér 9. Hvað gaf hann Sveppa Krull? 3-1, þú verður að fara að fá stig. Ég veit það. Sko, Sveppi er yfir meðalagi myndalögu skemmt til 8. Hann gaf hann 10. Nei! Sveppi var einu sem náði 10 í dag hjá Jón. Það er svo gæti þetta breyst, Ok, nú listin þegar gæti ég er mig í breyst. gang. Þú ert að ná öllum til að vinna. 2 til að jafna. Ok. Hvað gaf hann Hjöppa? Hjöppi, Manly Chin, 9. Geður rétt við þetta, 9-5. Takk. 3-2, hvað gaf hann BB King? BB King, hann finnst hann rosalega sætur. Hann gefur hann 9, 9, 5 eða 10. Þetta er annarkvort að hann drekkur þetta er 9. Nei, hann vill ekki svona snirtilega menn, sagðan. Hann gaf hann bara 8. What? Já, hann vill hafa á svona rough around Ok, the þá edges. verði ég hann á punkt núna í Þú síðasta. getur jafnað ef þú veist hvað hann gaf Pétur Jóhanni. Já, Pétur Jóhann. Hann get aldrei gefa hann að lélega einhver. Hann elskar hann, sko. Þetta er 8, 9 eða 10. Ég segi hann að gefa Pétur Jóhanni 10. 9-5 sem er 10-3. Það ekki takk. 3-3. 3-3. Ertu með einhver auka? Hendi hana. Auka. Ertu með einhver Nei, auka? þá þurftu að fara fram þetta og jafntefli? aftur. Nei, loka fyrir eyrun. Loka fyrir eyrun. Nei, þetta var bara jafntefli, það er allt í lagi. Já. Jú, svo betur gaman varst með hana svo bara þú að preppa hana snert tippuður og kallmanni. Það verður bara Skil maður næst. Það verður bara næst. Fólk býður spennt. Við erum að það. Það verður bara eitthvað maður setna. Ég þarf að svara því. Já, stórmeistari í aftöfli, ok. Það er Skuldum gaman að fá auglýsingar. vinnur. Já, ég bara fyrir mig auglýsingar, svo er bara spurning það með var gilsana góð- setna. það var góð keppni. Það er að gerast þetta. 957 Þetta verður tekið í höldinni til í allt. Þarna verður hnetan, steindi verður þarna og já, ég myndi ekkert láta mig, ég myndi ekkert bregða ef að Frikki Dór myndi kannski allt inni lappa hérna á síðinu eða eitthvað. Nei, það verða, eins og ég segi, það er náttúrulega, núna er line-upið er klárt fyrir höllina, fólk getur séð það er að koma að posti núna líka bara með öllum og svona. Sýnir að tíman á öllum. Við ætlum að þannig sýna veist- já, við ætlum að sýna tímasendingana, fólk getur unni, sko, Af því þetta er festival, þetta er ekki tónleikar. nei, þá hendum við bara í story og segjum bara, herru, takk ég screenshot af þessu, þannig að fólk getur bara verið með þetta í símanum, séð Já. tímasendingar, en svo náttúrulega fyrir utan line-upið, þá er bara hellingur að liði sem poppar hann inn, það er bara hann. Sko, og Timmy Trumpet er orðin vel peppaður að koma til Íslands. Hann Já. dælir á okkur hérna, hann var að senda núna bara meðan við vorum hérna í loftinu að senda kveðju og vildi senda á Íslendinga og hann er að koma með, hann sagðist aldrei verið jafn mikið að græjum á þessum túr. Hann er aftur að tala í kameru og peppaður og líka bara ég sé svona frá teimunan sem ég var í sambandi við að það er álveru metnaður í þessu giggi hjá Timmy, sko. Hann er aldrei komið til Íslands fyrsta sinn. áður. Þetta er heyruminn og hettunum alltaf frá Ástralíu, þannig að það er eitthvað við þetta gig sem hann er að setja álveru metnað í sem er veistla. Það er ást, ég fatt að ég var búin að gleyma að vera í Ástrali, það er alveru Hann stemningsfólk, er sko. langt í burtu, sko. Spáði þetta, sko, við vorum byrjað að skipulegja þetta í september í haustnum og nú er þetta loksast dett inn. Þetta eru 2 vikur í þetta gera. Það er bara kortir í Jú, kick. þetta Við erum búin að vera bara í ára undirbúð. Já, ég var líka bara svo mér langar svo að segja hvernig sjóið er að fara að vera en alltaf má ekki, það er leðilegt. Nei, má ekki gefa allt upp. Nei, eftir árið tala um hvernig sjóið verður og svona en Já, það verður en ekki við
gefum fólki smá update. Já, þetta verður, við getum lofa eitthvað því. Þetta verður styrlaðan en það er hins vegar komið Miðarinn og Tix, það er til miðar. Við náttúrulega færðum gigið. Þannig að nú erum við frjáls íþróttahöllinni 10.000 manna gig, þannig að endilega tryggja Ef við varum í gömlu, þá þegar miður væri þetta game over. Það verður uppsett fyrir 3 mánuðum. Já, kemist enginn inn. Nei. Það er Það er gaman hvað ættu að fara að henda okkur í núna, Blondell? Við erum að fara í spurningkeppni gerðstjarnans. Yes. King of AC. Við vorum þess að hlusta til í allt 3 þarna með sagðist aldrei að ætla aftur til AC. Sko, hún er sko, Ég er hættur að segja það, bara svo við það. Ég held ég muni fara aftur. Já, ég líka. alltaf aftur. Við ætlum að fara á hverju árið þannig að við dreifumst. Og þetta location. Það er bara staðan. Já, hún er bara þannig. Ég er bara heiðarlegur núna. Alltaf hverju árið til AC. Já, kannski þetta eftir 1 ár út. En þú veist, við höfum alveg lendið því að við höfum farið á 2 ára festi í einu sinni að 2 ára. En þú ert ekki til að skoða önnur locations? Jú, það er bara önnur helgi. Þetta er bara eins og þetta er. Ég myndi segja að þetta ætti að vera Budapest eða Praga eða eitthvað næst. Svo aftur til AC. Ég mun fara aftur til AC. Það var alveg gaman að bara eitthvað nýtt á næsta ári. Nú ætlum ég bara reynskil. Svo fór maður hérna, kíktum að löpuðum með tringi outletunum með hérna við leiðin á. Ég þarf að segja það eins frá þeim. Það er helvítið marga búður búin að loka helmingnum. Eðlilega, það er enginn hana. Það er fólk til þess að business gangi. Það var bara 20. hitti en á sól, allavega í 2 daga 4. Svo var svona leðilega veður hinn að dana. En það var enginn. Bara enginn á þessu. Það var bara sumar í Bandaríkjunum. En á spáriði, fólk, hvort að ég veri í Miami eða Atlantic City og spána síðan þessu, hvort er eitthvað meira sens fyrir það? Bæði gaman, góður félagskapur og stemming. Ég hef aldrei lappað inn í H&M neinstar í heiminum nema AC, þar sem var enginn að bíða á kassan. Það er jákvæmt þetta, hvað þetta bíða á. Nú er ég ekki að djóka. Ég held alltaf, við vorum alltaf í febrúar. Ég held bara að það væri bundi við það, þú veist, það er bara vetur og ógið út, það er engin stemningina. Svo bara, en ef við kemum það sömurinn til á, er þetta bara allt annað. Bara eins. Já, þetta er bara eins. Eiginlega verra, búið að loka meira búið. Ég ætla að hætta niður, því að ég skemmti mig konunglega. Ég held ég aldrei hlegað mikið í einni ferð. Já, enda fyrir það. Já, hörru, það er King of AC, talandi um AC. Sko, nú þurfum þau að vera þolimóðir. Nú. Því að ég er með 10 spurningar í dag. Það eru vanlega 7. Erstu ekki, já. Já, ég veit að þetta er mikið, þannig að þau eru ekstra þolimóðir. Hættu það bara út einhverjum hérna, hefur hlaupað eftir einhverju píu. Ég er ekkert þessum að það sé. Nei, okay. Sko, basically bara, nú, veistu, þið voru að mæta, hérna, þið eru, þolimæði, þetta er King of Atlantic City, sem er seasonal keppni. Ég ætla að vera alveg hreinskil. Það er 2-3 stóni. Og þetta er 10 spurningar, og alveg saman hvað þú blöðu, langi ít og garantakkan, klárum þetta. Komstu heim með tróðfulla vasa of cash? Nei, því miður. Ég get ekki sagt það, sko. Nei, en ég var með nokkra dollara. En ég get sagt þér eitt einn. Ég var ekki í einhverju stóru tapi. Sem er sjálfgeft, sko. Þú ertu segur í gamlu. Nei, ég er þannig ekki. Hvað gætur þú mest? Af því að þetta sem sagði þetta var sjálfgeft. Því ég er ekki drullu góð í. Já, það er ekki vanmæntið sjálf þig. Nei, bara. Hvað gætur þú mest? Hvað grætti ég? Þú veist, þú vant að tapa og svo tekið eitthvað rönn og vinnið. Við steindu tókum á einu deginu rosalegt rönn 23 tvisar í röð. Við hlupum og föðmumst og bara allir í kassinu og horfa á okkur. Svo 2 tímur setna ertu allt í hennu búin að tapa öll aftur og þetta er jójó. Þú bara ferð fram og tilbaka. Þegar tóku þess að segja að það var í rúletu. Það var í rúletu, já. Ekki blackjack. Nei, ég var samt alveg heitur einu sinni í blackjack. En mjög oft kaldur. Það er 1-1, þú verður með að bara cash fyrir að þú verður punkt fyrir að tapa því að það er weird að græði í AC. Þá er það punktur. Já, 1-1. Varstu að fara að þekka ykkur á dílera með nafni? Já. Áður punkt. Við þekkjum bara dílerna vel. Það fólk, nú er ég ekki íkja. Við náttúrulega, þetta var 10 manna hópur. Við vorum aldrei allir 10 því að Sessi og kannski bara panta sér pizza og horfa okkur leik. En við vorum oft svona 7-8 í einu. Og ég er ekki í þetta, þegar við komum niður, þú þurftir að fara svona niður rúllustega, við komum alltaf niður hópurinn, fyrsta kvöldið, annað kvöldið, þriða kvöldið, þegar hún byrja að koma á þriðja degi, að horfði ég bara á flesta dílana, bara byrja að brosa og horfa okkar annað, bara þeir eru komnir, bara þeir eru mættir, bara snarruglaðir. Íslenski stemningsmenn. Já, svo pössum alltaf, já, því við erum duglegar ekki á þjórfi og erum í stemmingu. Við erum kurteisir. Sérstaklega blöðarinn, sko, hann er generous tipper. Já, og kurteisir, þú veist, það er engin... Þegar þú tapar, það er engin eitthvað fucking mörg og brjál, það er allir bara þetta er bara eins og Johnny Money og bara alltaf að vera reyður af og til. En ekki við dílerinn, hann heldur bara með þér. Ég lenti einu sinni að þá var ég hérna í blackjackinum og ég held að píjan sem að var að hérna díla, hún fattaði ekki að vera að tala við sig
Ég var að tala við hann eitthvað, one of my only regrets in life var að ég skildi ekki fara í Super Bowl party í okkur löggu sem ég kynntist á borði í AC og hann bjó í New York og bauð mér, nema hún fór, ég fattaði ekki. Þetta var svo blöð, nú þurfum við að heiðlega, þetta var einn leiðilegasta saga sem hefur verið sögð og hún fattaði, hún vissi ekki eins og hún var að tala við sig. Fór? Já, hún lappaði bara, við heldum að blöð væri búin að fá heilablóðfall. Óli gengti við bara, nei, hann er í heilablóðfalli að tala við sjálf og blöð fattaði ekki neitt. Blöð var bara á endanum á blackjackborði að segja eitthvað sög út í loftið í svona 5 mínútur. Svo fattaði ég, og hún var bara farin. Ég bara, hvert fór dílarinn? Ég held ég að vera að tala við hana. Ég er til að sög. Já, hann var ekki, þetta var sætt ekki það lungsa. Þetta var basically þetta bara. Það er mjög spennandi í ár sko. Já, og bara nokkuð eðlilega spurningar þegar sem ég fíla. Öskur söngstu Krókstarlög í lúksuslimmu. Já. Boom. Shit. Það er engin option. Það er bara, Stoney fekk ekki að koma nálagt Óskarlögum. Nei. Og það var bara að setja Wu-Tang og Kös ætlaði bara að berja hann. Steindi, þú ætti Krókstarlög. Já, ég held spila bara Creed, spila Bruce, Bon Jovi. Við erum í 4 tíma að keyra. Ég held kannski að fengi 1 lag. Þú hefur verið lamin svo harðfiskur. Það stendi í það. Þannig að ég ákvað bara að setja snakkur og hlusta. Já, en ég voru Krókstarlög allan tíman í 4 tíma. Sko, ok, það er 3-3. Náður moment í ferðinni. Það getur verið bara sekúnda, mínúta, whatever. Það sem varst á sama tíma fullur, reiður og graður. Ég bara Fullur og reiður, já. Já. Ekki graður. Ef þú setur graður með þá er komið punkt, sko, það er komið yfir. Það verður rosa skrítið að vera graður þarna, sko. Ef þú ert að það niður að spila og svona, ef það kemur einhver líftil grettu tilfinningi, þá er eitthvað aðeins. Já. Þetta er ekki alveg staður í það, sko. Þið fóðu ekki punkt hana. Þið voru með perfect score fram með þessum. Já. Ok, drakstu eitthvað annað en áfengi í ferðinni? Já, ég fekk með Pepsi Max og það er ekki Pepsi Max hérna, alltaf bara Diet Pepsi. Ekki gefið punkt fyrir það. Ég bara, veistu hvað? Fekk með vatn einu sinni fyrir svefnin. Ef einu sem drakst var áfengi, þá komið punkt, sko. Ég rétt bara klúðra þessa spurningu, af því að ég fekk mér. Hvað drakstu þarna? Ég drakk 2 svona litlar svona hótelvassflöskur sem eru alltaf inn á herbyggjum bara. Þannig að en það er eina sem ég. Þetta eini vökvin sem þú drakst í allir ferðinni fyrir utan áfengi. Já. 2 flöskur. Þið myndi bara, já, með Happy Heighter ég fíla ekki vatn, ég er búin að segja ykkur. Nei, ég veist það mót. Mér finnst það ekki, og ég er svo mikið vatn í bjór og þú færi bjór 90% vatn. Á 5 dögum drakstu 2 vatnsflöskur, annars bara áfengi. Sem er meira en ég gerir hér heima. Þú ert að machine. Já. Nei. Þetta er döður. Hann er eins og diesel. Veitu, hvað staðan eiginlega? 3 held ég. Já. Varstu a real man og hendi þér í slottstarna og tók session. Við gerðum það síðasta daginn, settustu steindi saman, hlið og slott. Við vorum að býja til bílum. Aldrei gert áður. Þetta var bara svona til að taka alveg punkti neyri. Og voru bara reiðir eða graðir eða hessir. Við vorum mjög bara róleg. hessir, sko. Við vorum bara í Frappuccino, sko. Landakrossana, bussmaskín, eða hverju voru hana? Þeir sátu allir bara, við sátum á svona stólum hérna á Starbucks, basically bara býða eftir að bílinn kemur að sækja okkur. Við þurftum að býða í 2,5 tíma eftir honum að því að búið að checka út. Engin nefndi neinu, svo sátu við bara allir hérna eins og draugar og við steindi röltum aðeins frá og prófum að slotsa það. Hvernig gekk? Það er bara $12, má nú ekki verið það. Já, það var bara eitthvað svipað. Stóðstu eitthvað tíma við hraðbanka, mjög reiður og byrju 1 punktur eða þetta bara, það var punkt 2 punktar ef þú rétt svona bankaðir tánni í hann svona. Ég ekki eftir að sparki hann þannig að það kom einhver gæi og segja hvað áttu að gera vinnur? Bara rétt bara svona aðeins svona, herru, koma svo, gef mér þetta eitthvað. Þetta er 1 eða 2 stig sem er búið þarna. Þetta eru 2 stig á blöð. En það var ekki táin sem ég bankaði hann. Ég var svo þreyttur á þessum einum ATM-inu þarna. Ég tók svona hendina og bara, herru, hvað er þetta maður? Þannig að þetta er 2 stig. Það var þau að kennast. Ég hef helviti gaman að þessu maður. En þá kom það upp, þetta var ekki svona ATM, þetta var til að setja miða úr slottsum inni. Þannig að það var ekkit kona sem kom og sagði bara, what's the matter honey? Ég eitthvað, doesn't give anything. Hún bara, no, it's for the slot. Ég bara, ok. Þetta var samt ekkit meira en það. Nei, þú varst ekki með enga sín. Alls ekki.
En ég bankaði með hendina Já, hún kom og tjekkaði hvað ekki allir góðu Stóni að sko, 1 eða 2 punktur bóðið þeir núna Já, ég fæ enga punkt Shit, það er 6-4 fyrir blöð Já, Ég sé strax ég hraður les nættu spurningu að döðu farið þið að klóra í kemur inn á mig núna Fóstu á the pool á Harris og það sé út með bakgrunn sem baðvörður bentur á gríðrætt magna titling og það Svo rugglaður maður Djöðlega rugglaður Svakalega rugglaður Það þarf ekki að svara þessu. Við fórum ekki svona á the pool. Takt þennan punkt Ég meina, auðvitað er þetta ekki punktur Við fórum ekki einu svona á Fóru ekki á the pool Nei, fórum ekki á the pool Það er annað hótel og lengri burti Já, Við ég vorum sem bara- að sipp ykkur í Nei, þú þess veist hvernig þetta er, við erum bara á okkar hóteli Fórum Ok, ekki neina sundlaug. Síðan til fljótu bráði stendi geta totally redeem himself menn hún er með Ég hraður les næstu Sýnist þér það í fljótu, já Varstu einhvern tímann að hæja þér? Ég sí Ef þú stoppar að það vegi punkt Það vegi Ég punkt get ekki, nei Hægðu sér allir hann eða ekki Kláraði þú Það er alltaf að vona. Varstu einhvern tímann að hæja þér? Ég sí og einhver rak og eftir þú gjössamlega sturglaðist Nei, Það er enginn að reka eftir þér. Manstu, við vorum að segja ráðan. Nýju blöð. Nýju blöð, það rekur enginn eftir neina. reyndar það glitti gamla blöðna einu sem tvisar á chattinu og ég hefði gaman að því Já, það er alltaf leið Þegar bara menn voru actually bara í Menn eru pantaðri auðmingjar pítsu Menn og eru auðmingjar að fara í lestur Já, þú veist, þegar þú varst upp á herbyggi Alltaf leið, Svesmáðu bara í beddanu með duttu öll Já, kvöld En svo má ekki gleyma því, þetta er jákvætt. Getur ímyndaði hvað verið leðilegt. Þú var í fellaferð og enginn að tekka þér að þið eru öllum saman og sért ekki þar. Þú átt að hugsa þetta bara fyrir hrós. Sko, Herru, ég er Páll- það skemmtilegur, þeir vilja mig niður. Ef það er leiðilegur að enginn spáir í því út farin Það er vont. Þá er þetta búið Já, þannig þetta er hrós. Herri, Blö er búin að vinna þetta Þetta er bara rosalegt. spurning hvort að fara 6-4, 6-5 Síðasta spurningin eftir Vaknar einhvern tímann í hótelherberginu við þetta hljóð Veistu hvað, ég kíkti hérna fram á gang það er bara allt til að aðtöða hvort mikið. það væri bara einhver að lappa framhjá þessu Svo fattaði náttúrulega við erum í útvarpinu Þannig að hann heldur margir að hlusta á þetta líka En þetta er agalegt En þetta hljóð kom ekki. Það er að vera að viðkynast. Hörðu, það er 2-2 núna tótal Hörðu, næsta ár er rosa Já. Báðið með 2 sigur Já, ég þurfti þennan. Þess var Herru, season þá kemur þú líka kannski með Já, hvernig var að þú myndi koma með næst? Ætliði aftur í alvörinni Já, já Það verður skoðað allavega, það verður skoðað. Herðu, við erum að spila lög sem að verða í höllin eftir 2 vikur og já, það má ekki sofa á þessu snillingum. Þetta er að verða einhverju heitustu DJ-ar heims í dag, kallar sig Axmo. Þetta lag er með 113 miljón spilanir á Spotify og heitir Heaven is a Place on Earth. Þetta er FM FM 957 DJ-teimi kallar sig Axmo og er á leiðinni í höllina 31. mæ. Sko, við getum farið aðeins yfir röðina, drengir, því ég var stutt í þetta núna. Já Við erum að tala að þetta verður alvöru partí frá 5 til 1. Viltu segja, Bara festival, ertu með sko. tímana núna? Sko, já, málega, við getum alltaf ekki særið að lofa Ekki sem tíma, við getum sagt svona röðina. Já, Þú Við getur erum sagt að- það cirka tíma, svo kemur staðfessi tími já, reyndar. Segðu bara tímana og svo nú Já, segir já, við. þetta er sko, það var að segja eitthvað mínútur en Já, ok, röðina ég er með þetta fram með hérna Takk Við erum að tala um Eva May sem er systir Dr. Viktor og það sem er skemmtilegt er að Dr. Viktor er læknir og DJ Systir hans, Eva May er læknir og DJ Það er rosalegt og hún er frábær 2 börn sem eru doctors. Þau eru tvíburar eða ekki? Eru þið bara sískinni? Það held ég ekki Ef þú eru týpur og ég veit ekki það er ég et sendið Viktor á sjálfu tvíbura Það eru Viktor tvíburar í, tvíburar, ég veit það eru tvíburar í ættinas Big Time sko. Svo þarf ekki að kynna næsta mann King Richie King Richie, komin á græðunar hérna. Vinsalasti brúðköps veistlustjóri landsins Já, Herðu, það væri gaman ef eitthvað fólk myndi vilja gifta sig að það maður og getur að gift sig þegar Richie er að spila Það var rosalega Herðu, við erum með opið slott fyrir eitt Já, já. brúðköp að það já, ef Svo einhver erum vil við gifta sig. Pretty Boy Choco sem er Stórt sæning. líklega skemmtilegasti gæði sem ég hef menni Það kynst er stemningsmaður Þetta er í Alveg hátteginu, stemningsmaður til ykkur mestari Já, hann er geggjaður Birnir, Já, það er ekki að kynna þann kóng Hérna, en spáði bara svo fólk áttis á hvaða rugl verður í gangi hérna í höllinu. Þannig klukkan svona 6:30. Já, Birnir er skráður, það sem ég er að lesa núna þetta getur breyst 18:30, þannig að fólk átt að þetta byrja að snemma þetta er dagdrykju komst, fólk byrjar í hátteginu Já. þannig að þetta er svona, þetta er fólk er ekki einhvers staðar í partíð út að borða og Nei, mæti nei, en við munum Þetta er bara festival. En við munum líka koma með nætdreigur það kemur nákvæmt line upp að allir verið mættir það er ekkert þessin Eftir Birnir kemur ekkert lélægt ekki í heimi þessu bara netan Það er rosalegt Fólk næst í Hawk 2. Já, sko, Netan. bara ykkur
Er það að grínast með St. Pete mætir þar líka og Hörðu, fleiri St. Pete inn í því. Svo lappa hnetan á síðinu Class Það er rosalegt Here's my key, Já. philosophy Sá gæði kann að smíða sett Ég verið á Tomorrowland þegar hann er að gegga Klaas er líka, já þetta er allt svo snemmt Næsta er mjög virt hljómsveit Líklega með virtari Mercedes Club Það er stórt Það er búið að finna gasmannin Átta klukkan í kringum 8 Gasmaðurinn er 180 kíló Hann sendi með mynd af viktinni Núna í vikunni Hann er alltaf að senda myndri viktinu Já, ég þvælir í gangi maður hef ekki fengið mynd af honum En við fæðum alltaf mynd af viktinni Ég er gaman að það Eftir Mercedes Club kemur Já, þeir kannski sé við þá FM 95 Blöð Takk hérlega Sverri Bergmann, Jóhanna Guðrún Nokkri Þetta er leinigestir margir sem eru inn í því koncerti Við erum alltaf spilað, drengir Viktor. Við erum spilað á hérna, hér og þar sem FM 95 blöð Allir saman, allt stóra Já, gengi veist, Og það hefur yfirleitt verið, við höfum aldrei verið með jafn langt sjó Við ætlum að vera með klukkutíma Já, við erum með gott svigur manna að geta smíða álfur sjó, ekki stress Við ætlum að taka líka lög sem eru kannski ekki, við tökum ekki alltaf Þetta er okkar gig, sko, það er ekkert að vera að henda okkur að sviðinu Ferming F95 blöðum Já, það verður stóri katalókur við tekin Eftir FN95 Blöð Muscle and Dog Muscle and Dog Þannig að það er þeir sem að verið á þjóðutíð það að upplifa þá kerslu hjá mér og Dr. Viktor og svo er það Axmo Sem við vorum að spila á Já Timmy fucking Trumpet Þetta er rosalegt helvítist line Og Timmy slekkur á Timmy er græjunni skráður 1:00 Sko, hann er skráður 23:45 Og er í rúma klukkutíma Höllin skellir í lásatnum 1 Þannig að það getur ekkert verið lengur það En ef fólk vil halda áfram kersluna fara bara inn í bæ eða Já. eftirparti eða eitthvað, þetta Það er ekki okkar ábyrgð Nei, Með fullri virðingu fyrir erlendum öktum sem mæta hérna og selja miðan á 25 eða 30 eða 40 skall Miðin kostar 13,9 Já 14.900 14.9 og þetta er line-upi Þú varst mjög nálægt í stendi Þú búið að spá mikið í þetta greinlega En sko, en máli er að þegar miðaverði var ákveðið þá var náttúrulega sko það er svona ár síðan breytti tímar þannig að þetta er orðin ótrústi miðið Ég landsins segi að þetta væri helviti gott verð fyrir þetta festival sem varst að lesa upp annan maður Já, menn Íslandingar aldrei séð svona en ég fullir það, aldrei áður Nei, þannig að ég tryggja ykkur miða inn á tix.is Við ætlum að fara í auglýsingar Svo er Steindi með, myndur þú fyrir cash, var það ekki? Jú. Það er ekki hægt okkur í það? Jú, takk Þetta er FM FM 957 Þetta er eitt svo alheitast í dag Okkar besti Birnir Hann á rönni, það er bara hann Hann er á alvöru rönni, maður Við erum að gefa meistari. það Þetta er líka verðskulda rönn Já, og hann verður með höllina í haust Hann fær smá svona tilfinningu fyrir þessu Hann er sjálfur í höllinni Já, Það kemur til okkur, fær svona tilfinningu fyrir þessu Og svo er hann að fylla hana sjálfur Hann mátar höllina og svo ætlar hann að fylla hana sjálfur Ég hef nú hrósa Birnu oft fyrir þetta Og man ekki hvort ég hef gert það inn í útvarpinu líka En það sem ég fíla við hann er að allt sem kemur frá honum er vandað upp í topp já, Þá er ég að tala sko hvort sem það er grafík og cover Myndbönd heilstiftar plötur hann sendir ekkit frá sér nema að vera búin að hugsa fram og tilbaka og Með allt upp á pæla í tíu. því það dýrka ekki já En það er hins vegar komið að myndur fyrir cash sem að Steindi hendi í Já, myndir fyrir kæs Er trailerin ennþá hjá King Richie hann í græjunum? Það verður helviti gaman að fá hann Ég var að leita að hann daginn Kom ekkit á skrifaði myndur fyrir kæs Hérna er bara sell me this pen eitthvað geta helar Það var svo stíl á kerfin Sell me this pen, það er landsveginn fór Það sem er hann í að reka blöggistinu einhvern Gæði sem dílita á honum Það er reka Vittum að sjá, hvað trailer er þetta? Þetta er hann I'm gonna ask you a question Nei, þetta spurði ekki að byggja svona I need an answer Spurning á Nei, ok Þetta er á Manst ekki peningarnir voru þetta Já. klikk hvað ég gera við Blöð Besti trailerin minn Hann er nefnilega held ég bestur sko Herri, Við hljóðum að finna hann eitthvað engin trailer en við fyrir beint í þetta Ok. Og það er AC þema af því að við vorum að mæta frá AC Ok, hann er svona Brattir. eisið þema í dag Það Já. er líka í spurningkefninni Eðlilega, en Já, ég voru að brattir lenda sig að vera í morgun Já, Við erum brattir Það er engin Ég bjóst við þetta verri Það er bara málega, það býtur ekkert á okkur Það er bara veterans Já, en spurning hvernig við væri að við myndum heyri Sverri Bergmann Ég er með grunar að hann sé Hann nú bara var upp á hóteli að borða pítsu alla ferna En það var svo nýr sko. Hann hafði alltaf stórar ágjörð því að hann þyrfti að mæta klukkan 10 annarkvöld í gig sem er í Keflavík og hann býr þar og hann hafði stórar ágjörð því Það er á morgun þvæl er þetta Ok Herru, nú er ég alveg til í smá gamla blöð á hann en það kemur sérna Nei, Nei, Herru, við höldum áfram Nei, Svessur okkar maður nei, Elskum Svess frábær
fyrsta Já, Hún hljóma svona Vera fastur í AC Új, Já, í 1 ár Úff. Þannig að þú væri núna, þú myndir fara all AC og þú veist bara, ég má ekki fara fyrir eftir 1 Oj. ár Þá myndi maður náttúrulega ekki að haga sér svona í 365 daga Nei, Það myndi nei. bara fara í ræktina og vera, þú veist það er ræktan, það er ræktan Já, þú veist, ég myndi nú ekki Nei. alveg, ég myndi ekki betta á það Ekki sé margir ræktin, þannig verður þau ekki það Ég hef ekki séð neinu. Jú, það var rækt á hótelinu okkar Ég hef ekki séð eina mannesku í formi Hvað það, þú veist, það er ekki rækt á það Ég sverða Það er rosalegt, eitt sem á við AC sem að, þetta er ekki grín, ég veit að fólk heldur að það er nú eitthvað að fíblast með AC Það er svona annarkveð maður er haltur hann Já, Já, Það er allir svona flestir haldra Já, já Þannig að, hérna, ég myndi ekki reikna með einhverju gimmi og svona einhverju þannig stemningu Þetta Nei. er bara eins og hún er, sko Og það sem er líka fylgir spurningun er að þú væri samt, þú veist á bara Caesars eða hvað sem það er Oceans eða Harris og ert bara þar Í 1 bara fastur í 1 ár já, og þarf ekki alltaf að fara niður að gamla þetta er slatti sko fyrir 80M Já, alltaf daga þannig að En býtu, er 80M fjölskyldan mín bara heima? Er ég bara 1 fastur í ár? já en þú lappar út með 80M að þú hagaði vel og ert ekki að spila okkur í kvöldi þú ert bara búið að herbyggislagur og býða telja niður Þú ert að gefa helviti góð árslunana Já, En á móti rosalegt. kemur þú náttúrulega í álfuru ógið Og þegar ég velta fyrir mér sko Fæ ekki að hitta börnin. Nei, út af leiðið svo Mundur ekki gamla bara 80 frá þeir bara jafn nóð þau eru gláð svona viku Þetta er sko, þeir leiðist það mikið Þú ert bara hann að einn Já, Og kannski myndið þú veist FaceTime vinnum með þér Ringi félagana og fjölskyldur og svona Svo en bara sko, maður er svo mikið einn Maður væri meira að fara heldur bara í póker og eitthvað svona að reyna eignastu inni Já, en svo Þú verður að fara þeir heim þessi vinnir sem komu kannski til að spila póker með vinnu sínum og þeir farnir þá kemur þetta er alvöru viðbjöður en þú veist þetta er rosalegt að vera fastur þarna í 1 ár Já, það er svolítið þannig Og en af En á 80M er móti- líka alvöru payday En á móti kemur það alltaf nett rugglegur að segja nei við 80M þessum áslunum sko Ég held ég að Þetta segja er já, hérna- ég verð að segja já Þetta er erfitt Þetta Þetta er góð tala helviti erfitt, já þá myndi bara segja Stóni, já. frúnni bara herru hérna svona er þetta ég bara Já, FaceTime og reyna hérna að lifa mjög látt að þannig að koma heim með peningin sko. já það væri agalegt og myndi koma heim og það væri bara 20M Ég væri niður bara hver fóru hérna 60 Ef þú kemur heim niður gráður Það væri Þá væri ég bara það væri bara einstæði faðir sko. já já Og væri Já. það sennilega, ég væri þarna í ár sko. Sko, þetta er ár já Þetta væri, þú veist, 3-5 Þá var þetta allir ekki fræðilegur Ok, jú, sæna menni þetta Já, ég tek ár ok báðir 80 miljónir ánæði með ykkur þá verður næsta helvít erfið fyrir ykkur Mm. flytja til AC nú er ég ekki að tala um á hótelið Nei, það er bara býr bara í húsi Beint, þarna. nei Býðið drengir flytja til AC búa þar með fjölskyldunni ekkert vesen þar með 5 miljónur á mánuði út æfina Ó, nei garantít út æfi 5M út með En sko, fjölskyldunna hvað græður á að vera á einhver stað Allir saman hvað með laun Já, þú vilt Fyrsta ekki lagi, vera þar. út enga vini þarna og eignast alltaf vini Já, en bara, þú veist Hvað, fólk sem er haldrandum allt þarna já, þú verður farin að haltra á nótæm líka það er bara eitthvað í loftinu haltra allir saman Hvað vín og ég eignast þarna Þú verður bara einn að segja Þú Já, bara þú- byrjar að haldra það og En ert bara hluti af samfélaginu það er bara Ég- þannig, þú myndir bara, þú þurftir að funkar inn í samfélagi, Ég meina, þú veist, haldrar og ert bara Þó- með góða penning Og Ísland sé ógeð Þú veist, hérna Nei, 20. hiti Já, ég meina úti. þú ert ekki Þá allavega er gott fólk hérna og skemmtilegt fólk Þú var 2000 Ég gæti aldrei farið frá öllum fjölskyldu bara og vinum til þess að bú í AC Þetta væri, þú veist, ef þetta væri Ítalía Sign me Þú hefur þetta að setja svona Ég er ekki, nú vil ekki að vera hvaða cool mánalegin þyrfti að setja 30 til ég myndi skoða þetta Ég er ekki að sko 30 á mánuði Nei, til svo að búa í AC Og stóri, hvað maður er þeir eru bara eitthvað geðsjúk upp Ekki eitthvað svona bara þetta er alla æfi, máttu ekki flytja Já, þá er þetta ekki hægt Ég get ekki búið Nei, þetta er bara, það þarf að vera eitthvað rosalega upp en ég meina þið getur byggt ykkur allavega ykkur að geða ykkur villu bara á strandinni Megum við fara til Íslands í frí eða þú mátt fara bara eins og þú gerir núna, þú veist, þú mátt ekki allt í henni bara má ferðast, þá ætlum bara að vera ykkur staðar 11 mánu ári, Nei, nei. þú veist, þú mátt fara í 2-3 vikur og- Mánuð, jafnvel já, mánu, en Já, þú ok. býrð þarna Nei, þetta er ekki hægt sko. hvað, engin, Nei, ekki Nei. það Nei, ég máta þetta bara 50 milljónir á mánuði. Lífið er óstutt fyrir leiðindi 100 miljónur á mánuði Á, sign me in Ef ég er með 100 þarna náði miljónir á ég mánuði honum, þarna náði ég honum. Þá myndi ég náttúrulega Ég myndi byggja bara eitthvað flottast á húsin sestur Ég væri að bjóða öllum út Blöðum þetta fljúa mönnum út sko. Já. Endalust, ef ég er með 100 miljónir á mánuði Það Það getur verið er það. að koma upp að sem myndi spá í þetta
En þú vilt líka physical hitta fólk. Þetta ekki allt bara FaceTime og Zoom spjöld sko. Nei, ég 100 milljónir manni, ég myndi alltaf Takk hérlega. Takk hérlega. Ég er bara með yfir miljard á árið mér. Hækkaði 5 í 100 Já, Stonefucker sko. þá var það síðasta Okay. Já, 5 var hlegja 5 þá var það síðasta. Og þessi hérna er with a twist. Okay. Þannig að það er ekki neinn upphæð sem þú veist, þið þurfi bara að segja mér upphæð, skilur Okay. Hvaða upphæð væri það sem þið þyrftu að fá lagt inn á ykkur ef hún er til, ef það væri í AC, eitthvað myndi klikka flugið og allt þetta dæmi og myndi missa höllinni. Fengir ekki að fara á the big stage. Þú ert í AC, þú ert að horfa á mig og Egil upp á sviði bara blöð. Ég ætla eftir rugglar að hafa ekki mætt í þetta giggja. Ég gæti það ekki. Nei, og líka sérstaklega því ég er fastur í AC. Þetta er líka að svíkja fólk. Það er ekkert verið að svíkja fólk. Þetta er þið óvart náttúrulega. Ég meina, þú ert bara að svíkja fólk sem kipti með það. Þetta er þið óvart, skilja. Þetta er bara geðsjúk upp að. Já, ég bara myndi aldrei. Ég er fastur í AC og þið bara með höllin eitthvað. Aldrei, 100 miljónir. Það er ekki til uppið. Ímyndaðu 100 miljónir myndi gera. Ímyndaðu bara hversu erfiðan dag áttuð. Vesta. Og allir að senda hérna eitthvað. Já, ég bara Instagram logar, allir mættur að gegi. Bara í staðista Svo partí að ásins. senda þið bara hvar ertu og ég sitt bara á Caesars í Atlantic City. Aldrei. Einn með eitthvað vangi. Ói. Búin að tapa öllu. Búin að tapa öllu. Ég fæ bara svona óþægenda tilfinningu. Ég fekk það líka. Bara aldrei. Það er ekki uppað. Ég myndi ekki gera þess að 100 miljónir. Takk hérna 10 miljardar, myndi skoða þetta. Já, auðvitað, þú komið eitthvað svona. Það er alveg þannig, já. Ég myndi að gera þetta fyrir miljard. Ég myndi að gera þetta fyrir 500 miljónir. Takk þar Það er bara þannig. Herðu, við talandi um höllina að þá er þetta síðasta sænið sem að datt inn hérna fyrir 2 vikum síðan og ég get lofa eitthvað því, hann verður ekki fastur í AC. Þetta er þjóðveri sem að nennir engu öðru en að spila tónlist. Hann er ekki að gamla og geta vangi í AC. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Það er einhver stemmingin að þetta verður tekið í höllinni en drengir, þetta er búið að fljótt að líða. Ég hafði áhyggjur í gæri þegar ég var að fljúa heim bara hvernig þátturinn yrði. Ég er búin að skemmta mig konum. Við mættum stórir. Allt upp á 10. Mjög fljótt að líða og alvöru helgi framöndan sem við komum inn á hérna í byrjun. Það er úrslitakeppnin í körfubolta á sunnudaginn. Það er afturhelting KR, það er Eurovision á morgun og spátt 20 að hitta alla helgina. Þetta er bara geggja og ég ætla að minna aftur bara á hérna í Hlekari í Mósbæ á sunnudaginn. Káringa velkomnir 17:30 og það verður bara partí, krakkarnir fá andlitsmálingu og allt og ég og DNA með náttúrulega frumflytja nýtt Mosó stemningslag. Mér finnst oft erfitt að hrósa káringum. Ég er engin káringur. Skari var hérna fyrir lið og leikja hæstur eitthvað. Geggjalið. Jöfull eru þeir að spila skemmtilega fótbolta. Þau skora alltaf bara svona 5 mörk í hverjum leik. Ég ætla með líka bara einn besta þjálfara in the history of mankind. Ég sko, bara hann gerir svo mikið fyrir þessa deild. Já. Þegar Óskar er með lið í deildinni þá er deildin svona 10 sinni skemmtileg. Hann er frábær. Enda eru káringar stemningsmenn og við viljum fá káringana í partíið fyrir. Þú veist, við viljum það. Í Hlekar. Já, það vilja þið fara saman þetta. Þú varst að bóka þá. Ég get lofa þér mæta. They will come. They will come. Book them and they will come. Egið góða helgi, kæru hlustendur og ég hefur að hlusta á þetta eftir helgi sem að mér er nú líklegra. Ég held að sé ekkert margir sem sita inni núna að hlusta útvarpi. Þá bara vonandi egið góða viku. Við allavega skiluðum vaktin okkar nýkonu heim frá AC. Við verðum í gýr í blöðkastinu á þriðjudaginn og svo verður alvöru gýr hérna föstudaginn eftir viku. Ég get lofa eitthvað því, en takk fyrir í dag. FM 957